Já, góða kvöldið og velkomin í ljóslegara deildina umferð 2. Ég Tommi og með mér Óli, oftast kallaður Óli Krummi, Ólafur Hrafn. Já, blessaður, góða kvöldið. Hvað heitir það fyrir CS? Óli Krummi. Já, það er Bróli Krummi. Já, það er bara Nikki mitt jöld. Er Bróli Krummi alveg úti eða? Nei, sko, ég lék mig með það á sínum tíma, alls konar útgáfur af Bro, af því að þegar ég var hjá CCP í gamla daga, átti ég að velja með svona developer nafn og ég ákvaði að velja með sko CCP Bro, af því að það átti að vera svona, gera mig gett approachable og svona, þú veist, hey bro, eitthvað svona þannig. Já. Og svo fór ég til Riot, þar hétt ég Riot Bro og þá fór ég eitthvað svona, þú veist, Bro Love, Bróli Krummi, Lord Brosef hétt ég á tímabili í PUBG. Ertu að segja mér að Brólaf skinnið er vísun í þig út af því að það er Norse mythology? Nei, sko, þú veist, það er ekki svo gott, en það, þú veist, ég væri alveg til, ég geta tekið kredit fyrir það, sko, en ég geta því miður ekki. Fyrir þá sem að við ekki vita, þá erum við að tala um League of Legends lingoið. Já, þú veist, ég meinaði Ólaf á tímabili og spilaði alltaf Brólaf, sko, þannig að það var skemmtilegt, sko. Já, Reckless Strike for the win. Já. En við erum ekki hérna til að spila League of Legends. Alls ekki. Við erum hérna til að spila smá Counter-Strike. Já, við erum komnir til að horfa á smá Counter-Strike og eins og gefur að skilja þá erum við að fara að horfa á KPJ á móti Þór. Við erum búin að sjá Þór, við sáum þá þriðjudaginn senasta, það sem þeir lögðu að velli Neista. Smá erfiðleikar og þú veist, við erum að sjá dálítið svona menn að hoppa inn í ákveðna stöður sem að ég gæti séð að lendi í smá vesinni og við förum yfir það kannski örlítið seinna en ég ætla að minna fólk á við tókum náttúrulega smá in-depth senast þar sem að við vorum að spá ég spáði KPJ 3. sæti yfir alla deildina ég bara svona powerrankaða bang þarna og ég lét síðan Þór í 4. minni mig. Já, ég leit á í 4. Þannig að þetta, samkvæmt power-rankinginu þínu, þá ætti þetta að vera svolítið svona the battle for the midfield. Já, svona upper midfield, svona inn í stórmeistaramótið, svona feeling. Ferrari, Mercedes, baráttan, ef við tökum formúlulíkinguna fyrir formúluaðdáendur. Já, einmitt. Já, nei, þú veist, mér finnst það áhugavert og spurning, skilur, hvort að við sáum Þór fara í OT á móti Neista. Einmitt. Þú veist, Neisti svolítið að koma nýr inn og kannski ekki beint lið sem þú hefðir á blaði sagt, já, þeir eru að fara að taka Þór í OT, skilur settu frábæra framistuðu þarna á overtime pass sem að ég held að verði ansið mikið á overtime sem við förum í þar á sísonu en núna eru þeir að mæta tölvöld stærri bita í KPJ ákalla á fólki að þið viti hvað KPJ stendur fyrir þá með þið láta okkur vita af því að ég var að spyrja hérna áðan sko. Þetta minnir mig óslega mikið á svona eitthvað herra hnetusmjör referens sko. en ég er svona nokkuð viss það að núna leiði ég staði þetta það eru allir sem tengjast KPJ og eitthvað þá átt ógeðslega pirraður út í mig fyrir að tengja þetta sem eitthvað svona cowboys eitthvað dót Já, ég meina, nú er ég frekar náinn allavega einum leikmanni í KPJ og ég veit ekki hvað það stendur fyrir, bara ekki einu svona smá sko. Ég veit bara að þetta er KPJ og þetta var gamla Kano liðið í rauninni, svona grunnurinn af því og ég var með geggjaða tillögu það fyrir hvað þetta stendur í haustum sko, en hún er bara ekki fit for TV sko. Já. En það eru stærri biti þar, skilur við, þú veist, Nonni, Edison, VJ, Rufflu, Solo, þetta eru þekktari spilarar, þetta eru reyndari spilarar, Þeir skjóta harðar. Þeir eru ekki kannski að fara að brotna eins og við sáum Neista að gera á Dwayne, skilur þú veist, þannig að þetta er alltaf að fara að vera 2 möpp þar sem þú þarft að vinna, þú veist, ekki eitthvað svona, ég veist að við sem að fá eitthvað, þú veist, insane 1v3, 5-7 clutch, skilur þú veist, eins og við sáum síðast, þannig að, hvernig leggst þessi séri í þig? Við skulum kannski fá bara fyrsta lið upp á skjáin og það verður þá KPJ vandalega og þá ætla ég nákvæmlega að segja hvað mér finnst KPJ, sko. Á blaði er þetta mun betra lið heldur en Þór. Tökum það bara fram. Þór var búið til með þarna, já bara fyrir þetta tímabil með innan gæsalappa skömmum fyrirvara. Þannig að við setjum ákveði asterixin í það. Þetta line-up í þessari mynd er búin að spila dálítið saman núna undanfarið. Þeir eru búin að taka þátt í stórmeistaramótinu, í ákveðnu myndum þó voru að spila á tímabilinu fyrir það. Þannig að það er komið reynslu undir beltið. Stór hættulegir einstaklingar og við sjáum bara, þú veist, entry-frakkarinn þeirra, Edison og Solo
Þetta eru gæjar sem að eru bara revýrt á Íslandi fyrir að vera frábærir endrifrakarar. VJ, gömul bara superstjarna á Íslandi, tók bara þvílíkt comeback, þú veist, þegar hann fór alltaf geggjaður. að spila með kann og hérna var akkurat bara að skipa sér meðal efstu mannaðin og Sörurutnum Já. trekk í trekk sko. Ég gat ekki lítið fram hjá honum þegar ég var að skipa í landslið. Bara, það er ekki hægt að ekki taka VJ inn í myndina sem bara einn af bestu leikmönnum á Íslandi. Nonni, bara þvílík innkoma sem in-game leader, bara að vera leiðtogi með þessa leikmenn, bara frábær frakker, bara móðins in-game leader sem ég fíla ógeðslega mikið og Rufflu sem heldur betur búin að stíga upp frá því að Young Prodigies projektið var í gangi, sleit sig örlítið frá því og fór aðeins að vinda sér inn í smá svona stjörnuhlutverk. Ég fíla hann betur í þessu hlutverki sem svona, hann er 3-4 stjarnan, hann er algjörlega bara svona, ok, ef þú ert að standa þig vel, bara sturlað. Þetta lið, mér finnst ég vera bara ekki einu svona gjöfull að gefa þeim þriðasætið, þeir gætu verið að berjast annarsæti, þú veist, í deildinni. Þeir eru sturlaðir. Þú veist, bara ég ætla ekkert að efast neitt af því sem þú varst að segja þarna. Ofan þetta, þú veist, þá vil ég kannski segja líka bara, mér finnst sko Rufflu, hann er svona gæði sem mætir líka á allt. Já. Hann er gæði sem er ógeðslega mikið inn í senunni. Einmitt. Og og það er svona ákveðin eldur og ákveðið commitment sem er bara mjög erfitt að svona, skipta út á einhvern hátt. Bara ef þú ert með spilara sem er með þetta level af eld í sér, að þá mun hann koma og kikka inn á einhver tímpúti. Já. Ég er í smá samskipti við Rufflu og ég fíla hann sem strák sko, hann er alveg bara einmitt eldmóðurinn, hann er bara skemmtilegur líka, ógeðslega skemmtilegur. One to watch í þessari viðureign, það eru 2 á blaði en mér langar að hæla þetta samt bara, mér er svo frábært að Edison sé komin inn í þetta lið. Hann kemur með svo bilaðslega mikla reynslu með sér úr náttúrulega Dusty projektinu sínu og síðan getum við ekki hort fram hjá VJ. VJ, bara þessi superstjarna, ég held að það sé ennþá eitthvað inni hjá honum sem hann getur framkallað. Mér finnst líka eins og CS2 hentunum betur heldur en CSGO og þetta aggression sem hann er með, bara, það er ekki hægt að temja þetta. Nei, samanlega. Þá er það Þór, sko, eins og ég talaði í seinustu útsendingu, í spáðum 4. sæti, þetta er náttúrulega ríkjandi, deildameistarar, ríkjandi, stórmeistarar. Það er erfitt að horfa á liði sem að, ég skal bara segja það hreint út, ég er Þórsari, þá mistu þau náttúrulega frábæran kjarna frá sér. Fá þarna Bjarna inn, Bjarna koma sem in-game leader náttúrulega sjálfsögðu, tekur Stjána Gula með sér, fær síðan Viktor og Mozart og Mozart spilar þennan leik í staðin fyrir pressa, þannig að prikið er að fara á milli manna þarna og tekur síðan tætt með sér líka. Þessi kjarni, ég er ekki að sjá hann fungera alveg nógu vel eins og staðan er núna og við tölum náttúrulega það eins og þú varst að segja í overtime pass. Þórs lið á ekki að lenda í overtime á móti Nista. Punktur þar fyrir aftan. Það á bara ekki að gerast. Þú veist, Nisti á ekki geta sett 9 lotur á borðið í setjaliðinni á overpass. Þú veist, það eiga allavega að falla 5 lotur Þórsmegin, skilur við, þú veist. Þá er það líka bara þokkalega sterkur hálfleikur hjá Nista, skilur við, þú veist. Og þannig erum við bara að horfa út frá, þú veist, firepower á blaði. Já. Og það fannst mér vera sko skemmtilegt á 2 ástæðum. Númer 1, það sýnir þennan, hvað getur sagt, þetta ég held að verði þema þetta season, allir geta tekið leiki af öllum, þú veist, allir geta sett upp einhvern stóran, góðan leik og það skila sér í geggjuðum serjum, þó að við séum að horfa fólk spila á milli efri og neðri hluta deildarinnar. En númer 2, þetta sýnir það að það er einhverjir svona óslípaðir kantar inn í Þór og þú veist, ekki var það pressi sem var að halda aftur að þeim, skilur, hann átti frábæran leik í báðum öppum, þannig að einhver staðar þá þurfa þeir að finna svona sitt grúf aðeins betur. Já, sammála því og þetta er eitt af liðinu sem að við verðum eiginlega að horfa á að reyna að spila sig inn í tímabilið þegar verða að taka stígandi og ég meina þetta getur verið einhvers konar stökkpallur fyrir Þóra að sigra þá væntanlega KBJ þeirni í kvöld eða hvort þeir séu bara einfallega að reyna að skila einhverjum
ákjósanlegum niðurstöðum og talandi ákjósanlega niðurstöður, ég vil fá vítóið bara upp á skjáinn akkurat núna. Ég átti erfitt með að spá fyrir þessu en eitt sem að KPJ eiga, þeir eru ógeðslega góður í núk, finnst mér allavega. Já. Þannig að við gætum verið að fara að sjá það og það er spurning hvort að Þórsara sé að fara að taka train. En er núk þá ekki bara tekið út eða? Það er Það er náttúrulega erfitt að banna núk á Íslandi, Já. það vilja allir spila þetta map, en þú veist, ef þetta er eitthvað svona ace up their sleeve, Mirage farið allavega, Overpass, það er, sko, og þarna er bara adaptation frá Þór. Já. Þeir eru bara, skilur, við fórum í OT á móti Nista, við erum ekki að fara að vinna KPJ í Overpass, Nei. þangað til að við höfum smá með tíma til að æfa okkur. Þannig að bara vel, svona, já, hvað getur sagt, vel aðlagast aðstæðum, Train pikkaði KPJ, sá mjög sterka framistöðu hjá Þór á Train, vissulega virtust Nisti kannski svolítið svona ekki í ham á Train, áhugavert. Inferno tekið á Þórsurum. Eitt sem að er samt við Train er að KPJ spilaði þetta móti Hyper. Hyper eru gott Trainlið líka, þannig að og þeir sigruðu það 13-7, vissulega ekki 13-2 eins og móti Nista, en samt sem áður, þeir geta alveg spila Train og ég set Hyper ofar heldur en Nista. Já. Dust 2 tekið, KPJ banna það út, reyndar VJ og ég tala nú ekki Solo, báðir sturlaðir Dust 2 spilarar, en Incent og við endum á núk. Þetta verður 2-1 sería fyrir KPJ. Þetta er sería, Tommy. Já. Þetta er sería. Núna er ég er ekki ógeðslega mikil Inferno-fan, en það er það langt síðan ég sá það að spila einhver viti, að ég er alveg bara mjög peppaður að sjá hvernig þessi leikur spilast. Þarna held ég líka, þetta er svona, þetta er þetta klassiska map, skilur, þetta er ekki, það er auðveldara, held ég, að allir hafa spilað Inferno það mikið, það er auðveldara fyrir Bjarna að kalla Inferno heldur en Overpass. Þannig að ég held að þetta sé gott vító, hjá Þór, þeir eru þarna með Train sem eru sterkir í, Inferno sem þeir eru að velja sjálfur og Nuke. Þannig að ég held að þetta verði sería, sko. Ég held að verði sería nefnilega og ég held að ef ég ætti að spá fyrir einhverju þá fyrir þetta 2-1 og ég vel KPJ í kvöld einfallega bara út af fyrirbúnar langlífari sem line-up. Þeir eru með betri skotkraft, bara gólfið þeirra er hærra heldur en hjá Þór akkurat núna. Mér finnst líka eitt sem að við getum klárlega bent á sem að vantar hjá KPJ, hvar er elite vapnin þeirra? Það er engin. Nei, og við höfum alveg séð Mozart stíga upp í leikjum. Ég er að tala KPJ með. Ég veit það, en ég er að segja, skilur, þú veist, það er erfitt að díla við það þegar þú ert ekki með vappa sem getur svarað og getur verið að taka einhver pick á móti eða jafnvel verið að vinna þessi duels. Þannig að, þú veist, ef að Mozart á gott kvöld á prikkinu, þá getum við alveg séð það fara svolítið langt í að tryggja eitthvað þessum öppum. En þetta eru líka skemmtileg vappamöpp. Náttúrulega Inferno, kannski ekki drosalega mikið, en Nuke klálega. Nuke og Train, þú veist, það eru langar sjónlínur, það eru snögg rotates, það er hægt að hreyfa sig allt mappið. Þannig að eitt sem ég langaði líka að spyrja það út af því að ef við látum bara út í kosmosið, ok, við erum ekki með vappa advantage er klálega Þórs megin, þeir eru með Mozart hjá sér og ef það var ekki Mozart þá var það Pressi sem er bara fínasti vappi líka. Rifle core-ið hjá þeir samt í sko annarkvort Edison VJ Rufflu eða Edison VJ og Solo, bara pick your poison. Ég myndi að setja Solo í staðinn fyrir Rufflu á móti Stjána Gula, Mozart og Viktor, þú veist. Ég sæta þarna klálega með KPJ líka í því, sko. 100%. 100%. Viktor Sandsson spilari sem að mér finnst, skilur við, þú veist, eða kviknar á honum, þá kviknar á honum. En þú getur sagt það sama Edison VJ og Rufflu og Solo, þannig að þú veist, mér fannst líka, sko, þegar við vorum að horfa á Solo á síðasta tímabili. Já. Mér fannst hann spila eiginlega bara sinn besta CS sem ég hef séð frá honum þá. Þannig að þú veist, það er alveg smá svona. Mér finnst þess að Solo hafi fengið CS2 buffið. Já.
þú veist, þessi aggressífi playstyle hjá endri fröggurum, bara mönnum sem að finnst rosalega gaman að hlaupa upp og finna pick, þeir fengu pinkulítið buff finnst mér, þú veist, já, vissulega, þú veist, þetta ekkert stórt buff, þetta kannski, þú veist, 0,05 eða whatever í HTV rating, en þetta þægilega fyrir spilaran að í rauninni bara að búa til plássið út af því að hann rosalega krisp í þessu. Já, ég held að þetta verði sjúklega áhugaverð sería og ég held að þetta muni svolítið vera sko skotkrafturinn, reynslan, það svolítið KPJ megin. Já. X-faktorinn svolítið Þórs megin. Já. Þú veist, mér finnst sko eins mikið og allir þessi spilarar geta átt frábæran leik og allt þetta dót, og þá finnst mér alveg svona, við höfum séð til dæmis, þú veist, Mozart, við höfum séð Viktor, við höfum séð Stjána Gula meiri segja í sumum tilvikum, bara svona eiga, þú veist, möpp. Já. Það sem að það bara svona gerist eitthvað. Ætlum við samt að, þú veist, og núna ég dálítið sekur þetta sjálfur að þegar ég voru að pæla í þessu og var að setja niður á blað, erum við alveg að gleyma Bjarna samt hérna? Því að, ok, faktorinn hjá honum í overpass var kannski, þú veist, það vantaði eitthvað smá upp á, honum vantaði að finna einhverja lausnir í overpass, en ég meina treynið nánast flawless. Já, sko, þú veist, ástæðan fyrir því, bara ég tala ekki svona mikið Bjarna, ástæðan fyrir því, sama ástæðan ég segja að X-faktorinn sé Þórs megin, því að, þú veist, þú orðaði þetta mjög vel á hann. Já. Bara gólfið hærra hjá KPJ. Já. Þú veist, þannig að væntingarnar sem ég set á spilara í að fara og spila bara, þú veist, fína leiki eða eiga stjörnuleiki, þú veist, ef að KPJ að vinna, að þá mun einhver af þessum spilurum vera eiga frábæran leik, skilur, þú veist. Ef að Þór að vinna, þá það annarkort allir svolítið að draga vagnin saman og allir að standa sig vel, eða þá að þú færið þennan X-faktor sem getur verið deciderinn. Þannig að þú veist, þetta er ekki það að skilur Þór sem fleiri leikmenn eða leikmenn sem geti skara fram úr meira, heldur þetta bara það að þú veist, þeirra road to victory að annarkvort þurfa allir að vera on eða þá einhver að þeim þarf að eiga bara the map of their life. Já. Þú veist, það það sem ég að horfa á þarna og Bjarni vissulega þar, en ég bara, mér finnst gólfið hjá Bjarna vera örugglega einna hæst af þeim sem við erum með þarna í Þór. Já. Hann líka náttúrulega með in-game lítir hattinn og allt það, þannig að maður þarf líka að taka það með í reikningin. Þannig að það svona ástæðan fyrir því að ég kannski ekki að tala eins mikið hann, en það alveg ástæðan fyrir því að þessi strákur búin að vera í efstu lögum keppnisdeildarinnar frá hvað, 2019, skiljum. Þannig að það alveg 6 ár. Fyndist samt að sko, þegar við tölum íslenska in-game-lítara og þarna við svona pælum og veltum þeim örlítið fyrir okkur, við erum yfirleitt með svona allt í lagi fragging in-game-lítara. Þú veist, við erum með Nonna sem fínasti fragger sem in-game-lítar, við erum með Bjarna, Vega, þá erum við Sörk, Dusty, þannig séð ekkert með neitt einhver dedicated illa. Ef ég ætti að henda hattinum eitthvað, þá var það, þú veist, annarkvort Rafli eða Pandas, báðir frábærir fraggarar, síðan, þú veist, og mér finnst þess að það einhvern veginn vanti inn í, þú veist, förum dýpra, Hyper, þeir eru með Snowy, Bakkus, þeir eru með Hundsa, sem náttúrulega bara frábær klötser og kemur náttúrulega bara frá fragginu, ADHD, vissulega, þú veist, hann á leiðinni niður hólinn, en þá getur postað upp frábærum tölum á vappanum og þessi vappa in-game lítir sem við tölum oft að sé svona dálítið svona in the class of their own, og já, þá erum við komin, já, Vega, við erum með Sörk og síðan KPJ. Það er eitt sem mér fyndi þetta. Já. Í þessum leik þá mætast hér 2 in-game lítirar sem heita sko Bjarni og Nonni. Já. Það svona sko, nú veit ég hvort þetta sé bara ég, en það eiginlega svona meira tiltandi þegar einhver sem heitir bara eitthvað Nonni var að rústa mér á sama tíma og ég veit að hann var að kalla og allt þetta dót, skilur við, og sama eiginlega, þú veist, með bara Bjarni, skilur við, þú veist. Já. Það ekki svona eitthvað þetta svona, já, Viktor, eitthvað, Vafs-TR, skilur við, þú veist, það ekki eitthvað, já, Edison, þú veist, VJ, þetta bara, Bjarni, skilur við, eitthvað, Nonni, þú veist, það eitthvað við þetta sem að, þú veist,
enginn á þessum gæðum örugglega neitt að spá í þessu, en mér finnst þetta bara ógeðslega fyndið og mér finnst alltaf bara mjög pirrandi þegar einhver sem heitir bara eitthvað, þú veist, Gunnar Sigurðsson eða eitthvað, bara, þú veist, að stúta mér í einhverjum leik. Ég vill að menn séu með alvöru nöfnin. Það var ekki að, sko. Það væri sturlað, sko. Það væri ekki að. En náttúrulega við erum löngu búin að tjóður okkur við þessi Nick, sko. Já, það væri samt alveg, mér finnst það alveg gaman stundum þegar við erum að lýsa að grípa í sko fulla nafnið með Nickið bara sem millinafn, sko. Mér finnst það gaman, mér finnst við ættum að gera það meira, sko. Tómas Íseti Jóhannsson. Já, þú veist, bara það svolítið svona, það gefur þessa íslensku lýsingar vibes. Já, það gerir það, en við erum komin live í trainpickið hjá KPJ og að sjálfsögðu eru Þór þá CT main, en þeir eru komin hérna út ásinn, Stjáni Gulli með 2 og þetta ætti að jarða alla sóknina í gegnum ævi hér nema VJ geti gert eitthvað frábært. Eitt sem skemmtilegt samt við Nicknemi meðan Viktor að krækja í rauninni í rándið hérna, en nei, ruflunar að klóra öllið tilbaka. VJ, hann heiti Víðir Jóhansson. VJ, minnst það sturlað, minnst það svo nett. Já. Þetta eins og ég myndi heita T-E-J-E Ustrúni. TJ. Það er allavega mikið lagt hérna á ruflu í lotu 1. Hann er einn eftir hér, hljóðverður í lagi eftir 2 ránd og að fá hérna í eirað, en það er allt í góð. Ruflu, hann er að leita að einhverju kraftverki hérna, lappar með dúlutnar og fær kontakt hér, veit ekki af manninum nálægt né Mozart og Mozart fljótur að afgreiða þetta. Fyrsta lotan til Þórs. Mozart með ágætis byrjun eða fyrir sitt lið, en þetta er á bakinu á Stjána Gula. Tríkja á honum, krækir í M4 og já, góðar áðendur, við vitum að það er ekkert hljóð, það er að koma. Voru allir Þórsararnir, fóru þeir allir í svona kennslu það hvernig þú svona setur hendurnar undir bísana til þess að lúkka ekstra massaðir, eða eru þeir allir bara svona hrikalegir? Ég held þess ég bara allir hrikalegir, þú veist, það gæti verið. En þetta er frábært ráð, ég ger þetta sjálfur í myndatöku fyrir svona aðbrunakefnir og svo framvegis. Það er maður aðeins að... Hey, ég meina við tökum bara öll benefits sem við getum fengið, skilur við, tökum öll forskot sem við getum fengið, það er bara þannig, en þá kemur Pop inni og Ruflu, hann er bara að finna 1, Viktor svarar hérna á VJ, en Ruflu með annan. Já, stórt fragg og bombar að fara niður. Það er erfitt að halda þessu sæti eftir að bomban fer niður. Bjarni komin upp í 5 aftast, Mozart með solo, en nú setur hann pressu. Ruflu, gerir vel, nær tætt út. Hann var svo að hitta þarna. Þetta var svo nálagt. Bomban orðin hálf núna. Það er engin kitt í gangi og Bjarni, 1 eftir. Hann á smoke, en engin kitt. Og tíminn er liðinn. Hann er ekki ánægður með þetta Bjarni. Þetta var bara innipús. Og það var allir sem að gáfu líf sitt. Það rísa stórt þarna hjá KPJ. Ruflu mjög stór í þessu rándi fyrir liðið sitt. Tryggir hérna sigur þessari lotu. Leitar að einhvers konar byssu sem er betri heldur en MP9. Sko, eitt sem að mér finnst frábært við þetta einmitt að við sáum þarna klárlega að þarna var Ruflu bara í þessu pinkulitla hlutverki. Já, endrifrögginn skiptir náttúrulega höfumáli að komast þetta inn í fjarkan og að klára leikmann sem kemur út popdog, en bara það ná þessu fraggi í fjarkarum aftar í fjarkaleistina, þetta leysir ótrúlega mikla pressu, tala nú ekki að leikmanni sem var aftan á bombuleist bara var ennþá að hlaða, hefða náð því fraggi að það var yfir randi bara í rauninni búið, en leið og leysir pressu á einu leini þá líður miklu betur í postplantinu, miklu betur. Allan daginn og það er alveg rétt hjá þér, þú veist, það er erfitt að við erum bæðið að laga hljóðið, veist, við erum ekki bara, leikurinn er ekki búinn sko, við erum ekki bara að gefa neitt kontest á hverju og komin á þetta sett. Já, ég var bara svo peppað fyrir þessu rándi sko. Já, og þú veist, bara náttúrulega setur strax efnaðinslega pressu líka á Þór, setur það í erfiða stöðu, þetta er svona eiginlega minnst uppáhaldsstaða mín til þess að lendi, er að vinna pistol og tapa second roundinu, en þú talar það, þú veist, það er erfitt að halda þessum sæti eftir að bomburinn fara niður og það er alveg rétt, af því að þú þarft í rauninni, það eru fáir staðir þar sem þú getur einhvern veginn falið þig
inn á þessum sæt til þess að koma á óvart, þú þarft eiginlega bara svolítið að taka fætana niður þessar löngu sjónlínur, annars ertu bara að díla við allt og mikið af, þú veist, upp, niður, þú veist, þið geta komið frá svo mörgum áttum og horta á þið frá svo mörgum hliðum. Þeir leysa það rosalega vel þarna, þeir hörfa upp á réttum tímapunkti, þeir eru með smókin á fjarkanum, þannig að þeir geta kíkt þar í gegn og bara, myndi ég segja, höndla þetta frekar vel. Ég hefði viljað sjá Bjarna spila nær þarna í rítíginu. Það meikar eiginlega ekki sens, skilurðu, þú veist að þeir eru báðir farnir einhvers staðar upp í Brownholes eða upp í upp þarna fyrir ofan. Það meikar eiginlega ekki sens að það sé bara einn maður eitthvað að kíkja á bombuna og tappa bombuna. Nei, hann var að halda 5-unni, síðan var, þetta hefði getað verið betra. Og þetta er eitthvað sem við getum séð frá Þórsurum bara núna næstu vikur. Það er bara ekki alveg að polished og þú veist, lið eins og KBO eða Dusty sem er búin að spila náttúrulega kjarnin lengi saman og svo fram Vega, annað dæmi lið sem er búin lengi saman. Ábyggilega postplöntin og rítengin þeirra lúkka meira polished út því þeir eru búin að spila miklu lengur saman. Já, og svo bara óöfn tímasetning þarna leiðu hann fyrir að kíkja á bombuna, þá kíkja þeir báðir út, hann er tekin með deglu bara í headshot og þá er Rondi svolítið búið þrátt fyrir það að sé hvað þú sagt, advantage. Bjarni er það með smók á tímpúti líka. Þú veist, ef þið býða í 2 sekúndur í smóka út fjarkan og strax búin að setja KPU í mjög erfiða stöðu til þess að ætla að tjekka þetta eða gera eitthvað í þessu, smóka á bombuna, reyna að stikka. Þú veist, það eru svona 5 mismunandi leiðir sem hefði verið hægt að spila þetta postplant heldur en þess sem þeir völdu og ég held að þeir hefðu allar verið líklegir til ánokurs. Meira að segja, ég held þessi rétt hjá mér. Það var enginn inn á sætinu sem með Kitti dó á leikmanninu sem að pússaði rauðastegan. Þannig að hann var inn í efst í rauðasteganum, þar var Kitt. Já. Ég held að það hafi verið eina Kitti, þannig að þú ert strax komin í bara bullandi vesen út af því að þeir að fjárfesta í M4-um, þeir að fjárfesta í MP9-um og svo framvegis. Það er 1 Kitt. Það þarf allavega 2, vonandi var annað, ég er ekki með að alveg fact-checka, ég þarf að horfa leikinn tilbaka, en þú veist, það annað, við ringum með Kitt, ok, við þurfum að gera þetta hratt, ok, bara smóka bombuna, ég held fjarkað, þú 5, ok, bye. Já, þetta var svona dirty fight líka sem að Röfflu vinnur þarna í fjarkanum, bara sigsakandi með MP9-una, hann á eiginlega ekki að vinna þennan fight, en gera það samt. Ég veist, hann á ekki að gera næstu í það sem hann gerði í þessu rondi. Skilur við, þú veist, hann á ekki að hlaupa þann út og bara endrýja með tekku, skilur við, þú veist, hann á ekki að fara að finna næsta mann, hann á ekki að fá 3. Þú veist, þetta er alveg bara svona það sem við vorum að tala fyrir leikinn, þú veist, þetta er það sem að KPU geta gert, þetta er það sem Röfflu í þessum roster getur gert og þeir sýna það bara hérna í lótur nummer 2 á móti Þór. Ég væri pingu skert ef að ég væri að fara að mæta Þór, mæta KPU út af því einmitt að á blaði KPU þetta er ekkert eitthvað established, þú veist, eitthvað nafnins og Dusty eða Þór eða Vega eitthvað þannig en leikmennir í liðinu eru sko þetta er nýmóðins, þetta eru ungi strákar með bland af svona lúmskri reynslu, þú veist, reynslu minnsti leikmannar að það er ábyggilega Nonni og hann er samt með þrjusu reynslu, búin að spila lengi vel, kom upp með minni mig IBVF á sínum tíma og fer síðan að transfera svona inn á milli einhverja liða, verður síðan yklarna fyrir Kano og þú veist, það er samt alveg reynslu mikill gaur sem að hefur farið í topp 4 á Íslandi og þú veist, trekk í trekk núna undanfarið og þú veist, Edison, VJ, Röfflu og Solo, allir konum með þrjusu góða reynslu og ég get bara ekki, mér finnst það ekki fair fight, þetta er eiginlega bara eins og að setja Canelo á móti Crawford, sko. Já, það er gott reference. Það ekki? Horfðu á fættina? Nei, ég horfði ekki á hann, en ég sá niðurstöðunar. Var það rúst, eða? Horfður á það? Já, það var rúst. Ég sá bara Canelo vera pirraðan þegar hann tapaði. Já, þetta var UD, sko. Unanimous decision, sko. Já. Þetta var alveg, já. En það er spurning hvort að Þór sé að fara, þú veist, ég veit ekki eins og hvort að við höfum pása leikina meðan við erum að bíða til hljóðinu. Það er alveg spurning. Hvort við sem fara að hoppa inn í leik sem að er, 5-2 eða hvað það er. En hérna erum við aftur komin með leikinn upp á skjá. Það er 1-1. Það er 1-1. Við erum bara ennþá á sama stað. Og við heyrum. Við heyrum hljóðbrot. Og við heyrum lag.
Hvaða hljómsveit á 9. áratug síðustu aldar 9. áratugunum. Er það á 1980 og eitthvað? 9. áratug seinasta aldar er þá væntanlega 1990. Það er 90, ok. Þetta er eitthvað... 9. áratugurinn eða ekki, er það ekki? Jú, 8. áratugurinn væri 80 og upp úr. Ég bara veit það ekki, sko. Fyrsti áratuginn er væntanlega 1900 til 1900, já. Það er góður í getur betur. Já, við varum frábærir, alveg bara ígrundaði þetta alveg í botn. Hver var í þriðja maðurinn svona? Dói eða? Dói, hann var í stigavörðurinn. Já, við tjekkum að Dóa, hvernig standa stígin? Hann er bara búinn að sulla eitthvað á sig og svona. Já. Og svona. Nei, hérna, frábær maðurinn Dói. En KBJ fyrir að koma bombinu niður hérna, Viktor til varnar í Connector. Ekki búinn að fá neina tengingu þar og það virðist alltaf að vera, já, Óvald Geitin, hún er mætt þarna. Já. En það virðist alltaf að vera bara spar hér hjá Þór. Alltaf bara að halda sig hægum. Já, fá tiltölulega þægilegt plant þarna úti. Eitt fragg og fá planti í kjölfæra því, náttúrulega stakk inni. Þessi skát verður að hitta. Nonni reynir í eitthvað engagement þarna, þessi CZ. Nær hauskoti. CZ er mjög underrated að mínu mati. Að þú ert með first bullet accuracy upp á 10,5 þá er þetta alveg sturluð byssa, en ég man í lítið notið. þetta eftir síðusetunni sko, þar sem að þú bara settir crosshairi sko, einhvers staðar nálægt gæjanum og hélst inni og það bara var allt kill. Já, núna er hún rosalega brotin. Ha, er hún alveg í ruglinu núna? Já, hún er brotin hún er frekar léleg. Já, þarft að nota hana gífulega mikið, það eru fáir sem nota hana í dag. En Bjarni, einn af þeim, en ég meina, þú veist, 5-7, þú vinnur á milli CZ og 5-7, þú veist, obviously ertu að fara að taka 5-7. Rufflu, reynir í entry, í þjóðasteganum, hotdog, Mozart flassar þarna, gott flass til að komast út og það er double entry, Viktor með tilbaka en VJ með þriðja og Rufflu heldur áfram með degluna og þetta er alveg opið asætt. Galopið aðstæð, lítið samt fjárfest inn í þetta ránd hérna frá Þór, þannig að svo sem við búist að þeir voru ekkert endilega að fara munda bestu vörnina þetta skipti. En Rufflu, hann er svo sannlega að stimpla sig harkalega þarna inni en getum við talað eins þetta flass frá Nonna. Já. Bara tímasetningin og staðsetningin á því algjörlega störblindaði alla vörnina og gaf þeim bara svona góðar 3 sekúndur til að labba út og gera það sem þeir vildu án þess að Þór gæti gert neitt á móti. Þetta er náttúrulega einn mest underrated hluturinn í bara CS er að vera með góð flöss fyrir leikmenn. Stjáni Guli með eitt cheeky uspufrakkan á VJ. Jói Sjæn var eins og spurður af skemmtilegum hlut. Hann spurður að því af þessum 4 util sem eru til í CS. Hvað var eina utili sem þú myndi vilja halda og bara hinn myndi dett út og geta aldrei keypt það aftur? Hann sagði sjálfsögðu flass. Ég er sammálað sko. Eða þú veist, ég sé rökin þar eiginlega skýrast sko. Já. Þú veist, ég myndi segja að flass, smoke, molly, grena sko. Já, smoke er næst mikilvægast og í rauninni verður bara mikilvægara. Stjáni Guðli, hann er þarna sér þá koma bakkar og mólar fjarkan. En þá er smá stöf farið KBJ. Rufflu, hann heldur bara áfram að opna í þetta skipti í gegnum smoke, tengir hann í hausinn á Bjarna. 7-1 á honum, hann er eiga frábæra byrjun hérna. Stjáni Gulli púsar upp fjarkan, gerir skaða á Nonna en þeir eru ekkert að fara að koma þar. Þeir eru að fara að koma úti. Vilt spray hjá Edison en hittir fragginu, tætt komin á bombusvæði og vantar annað hér nær því. Solo með grensu, tætt, tekur smá skaða, 2-2, Nonni Lár. Þú veist við að tætt síðan einhver staðar á bakinu á bombulestinni, hann er farinn, hann er búinn að koma sér annað og þeir sá hann ekki þarna. Hann getur fundið tímasetningu hér, hann bakkar tilbaka, hann kíkir gegnum EHF-gatið, leitar að einhverju, finnur Nonna þarna, Nonni fallinn, þeir eru núna 2-1. Veit af Solo, búinn að skjóta núna 2 skotum, reynir að finna
eitthvað engul á einhvern leikmann, sér þarna Stjána. Bomban plöntu fyrir hann. Tekur fyrsta fætinn en nær bara einum þarna. Óverk stendar örlítið, það var séns. En allt kom fyrir ekki, spila frábælega úr þessu og sérstaklega tætt. Frábælega gert tætt, þarna kemur inn og í rauninni heldur Þórsurum inni í þessari lotu. Ef hann fellur þá þetta bara fallið sjálft sig. En staðan 2-3 KPJ í vil, gott retake, aga retake, spiluðu þetta líka vel, náttúrulega erfitt fyrir Sólum, leði vita hann fastur á e-box og standaði bara báðir, horfa á hann, annar upp á lestinni, hinn niðri, þetta tvær mismunandi hæðir sem hann þarf að miða í, erfitt að taka eitthvað spraytransfer. Hann gerir það samt vel, hann nær næstum því að einangra fæti, en hann sýnir á sér þarna vinstri hendina og það verður hann að falli. Þetta litli mollin, hann feilar hjá Ruflu þarna. Það annað kaup móti kaupi, þetta gæti möllbrotið peningin hjá Þór. Lífa bara með eina byssu. Það eru vappar á báðum hliðum. Já, Nonni vappi. Viktor spottar þarna Ruflu. Seinasti leikmaður sem ég vil kíkja inn í Ruflu akkurat núna, en hérna með hnífin uppi. Næri AK-in. Tætt tekur þarna smá skaða en ekkert til að tala það er að láta plástur á þetta. En þeir ætla að fara inn. Hérna kemur Utilið, Stjáni guli til varnar, flössin góð, mollin aðeins of seinn, en allt kemur fyrir ekki, en nær engu frakki, nær ekki að tefja, nær ekki að gera neitt. Og Edison með glæsilegt spray þarna á 2 og þá voru þeir 2. Edison bara hélt inni og tætt hljóp í þessa kúlu. Þetta var mjög vel exekutað inni, það eins og hérna, hver var það þarna í konunum, var það eins og það hef ekki búist við VJ djúpt út 5-una svona hratt. Já, ég meina Stjáni guli bara eiginlega. Já, Stjáni. Já, Stjáni inn í leikmannin og hann í fjarkanum, miðjum fjarka sirka. Heldur bara svona örlítið og sett með mollan, næri ekki að feysa neitt í fjarkanum og var væntanlega að búast bara við smóka það niður og fá smá pláss til að vinna með, en þeir bara vildu enga veginn gefa honum plássið með einhverju smók, bara eitt flass niður feysa. Já. Vita náttúrulega sjálfsögðu af þessum 2 leikmönnum sem að pússa inn í kompuna, allavega einum og spilu þetta svolítið svona move and cover líka, þú veist, bara það var alltaf einhver að halda konna á meðan að leikmennir voru að koma út. Mollin var þarna aðeins og sitt, en hann var samt góður í að hæja á þeim og í rauninni gefa þeim tækifæri á að feysa þá í fjarkanum. En bara virkilega vel spilað hjá KPJ og þeir voru með miðið á réttum stað og tilbúinir að taka á móti og þetta spray frá Edison, náttúrulega óheppilegt en tætt, hann fær ekki eins og séns á að sjá hvað hinum megin í hornið, en núna keyra þeir hratt úti og Solo búinn að opna reikningin hér með 2. Flössin voru svo góð að Solo nær að molla Mozart á bombulest. Sýndist það. Setan hittir aðna í mark hjá Titan. Rífrækið kemur leið. Viktor með deglu í bak kompu. Stjáni molla í hotdog og lifir ekki lengi í kjölfarið á því. Og Viktor einn eftir. Þetta 5. rándið hjá KPJ. Já, nema eitthvað einhver undur og stórmerki myndi gerast hérna, en eitt sem ég finnst alveg sturla skemmtilegt við Nonna að hann alltaf með diskolósun í gangi. Alltaf þegar leikur og það er webcam, þá er hann með diskolósun. Það ógeðslega skemmtilegt. Stemmingsmaður heldur uppi klefanum hjá KPJ. Það líka bara svona, þú veist, þetta svipað og með þarna með Panda svo að breyta kameruangul, eitthvað svona skemmtilegt svona. Þú veist, ég ætla að vera skemmtilegur þarna við áhorfendur. Gefa þeim eitthvað skemmtilegt. Þannig að við Nonna og Norðurljósin. Nonni og Norðurljósin. Nonni og Norðurljósin. Það hljómar eins og svona barnamynd. Þetta er barnamynd. Alveg bara, nei, þú veist, bara einhver getur farið strax að gera bókum þetta. Verður komið í jólabókaflóðið 25. Svo ég henda láta ChatGPT búa til sögum Nonna og Norðurljósin. Það lota 8 hér að fara af stað KPJ með ákveðna yfirburði framan af í þessum leik, en núna fáum við ágætis kaup Þórsmegin. Þar Tætt búinn að vera fremstur í flokki og við töluðum alls ekki mikið Tætt, en Edison með bara einn í kegg.
vel gert þarna Bjarni. Hann lætur glitt í eitthvað, finnur Solo þarna í IVM. VJ svarar í gegnum smoke, Rufflu núna að labba, að leita að einhverju veit ekki af tveimur mönnum í Popdog. Og Viktor hleypur þar út til vita, ekki af seinni manninum, en VJ hlýtur á að síðan þarna eða hvað, já, gerði það og fengi skotið. Stjáni Guli kemur líka út Popdog, en það ekki nóg. Edison við honum búinn og 2-6 KPJ vil staðan. Lítill peningur, svona middle of the pack peningur gætu fjárfest örlítið hérna inn, en þeir eru konum með pistol og 1 diffuse í, rít ekki úti. Þeim vantar ránd hér, Ólafur. Já, þetta áhættu núna að bara svona svolítið renna út í sandinn hjá þeim. En þetta svo sem ekki þórsliðið sem við erum búin að sjá á train hinga til. En hvað geta þeir gert hérna með pistolnar? Þeir færa sig nálægt og Bjarni, hann opnar og finnur Rufflu. Það stór biti tekin af borðinu, snemma hér. Solo, Mollar, rótirti þarna í gegnum pop og þeir ætla að taka hratt inni. 5-7 nær það fyrsta, rífrakið kemur inn leið en deglurnar eru að syngja. En er það nóg? 2 eftir, Edison og Nonni. Smá jútil eftir, nóg af smókum til að búa til veggi. En engin bomba niður alveg strax. Vilja ná einum fight en Nonni finnur Mozart. Risastórt jafnar í liðum hérna, tætt, finnur hann tímasetninguna, nei! Nonni sér við honum, þetta var svo tæft að nást. Hann komið 5 metrum lengra, þá kallar Nonni að Brownholes sé bara tómt og... Bjarni brjálaður í kamerunni að það. Já, þetta erfiður leikur. Þetta erfiður leikur. Tala nú ekki þegar bara einhver sem heitir Nonni er að vappa þig hérna hægri vinstri allt mappið. Nonni með 3K í þessu rándi í þokkabót í erfiðri stöðu eftir að hafa gefið frá sér 2 vappar komin hérna á Þórshálana. Já, einhvern veginn þurfa að snúa sig við. Bjarni og Mozart báðir með vappa og hérna verða þeir að sigra þetta ránd. Það er ekkert annað í boði. Bjarni að hoppa yfir í 5-una með prikið sitt. Alltaf að reyna að finna eitthvað hittir Edison hann en klárar hann ekki. Viktor finnur Rufflu búinn að gefa frá sér núna 2 frögg, opening frögg í röð sem kannski ekki góð byrjun en hann átti skuldlaust fyrstu rándin sem að þeir sigruðu. Hann átti kannski inni, strákurinn. Sýnist þetta að vera KPJ sé að stilla í það að ætla að fara út hér, búin að vera með smá presence á innisvæðinu. Bomban situr enn sem komið bara á T-spawn eða þar bil. Flassi flýgur hérna inn, þeir eru komnir með rótiti inn. Viktor nær hins vegar Solo í kompu, kom með bombu. 3 út Popdog og þetta vesen. Tætt núna komið VJ. Þetta lítur út fyrir að 3. rándið hjá Þór. Þetta sem, já, finnur 1 til að maldi móin hér. Flassi í kompuna, Mozart. Það var gott skot, beint í haus og spottar Nonna. Það ætlar ekki að saman. Saman? Þetta er... Það hefur geggjað, ekki að sé ykkur megin í EHF. Það væri reyndar mjög fallegt, en það er vappadúel bæði niður ævilínuna og EHF. Herðu, Þórsarar, þeir svara fyrir sig hér. Geta átt séns á að koma þessu í 7-5 en þeir loka þessum síðustu 2 rándum og það yrði nú bara virkilega vel að sér vikið meðan við byrjunina á þessum hálfleik hér. Mistur svolítið stjórn á þessu þarna 4 ránd í röð sem koma frá KPJ og peningurinn erfiður Þórsmiðin en lágloksins að svara fyrir sig, halda báðum vöppunum og fullt af spilunum á lífi þannig að þeir ætti eiga kaup út hálfleikin. Bráðnauðsynlegt fyrir að strengja saman ránd hér sem CT. VJ opnar hér, Solo með hinn, Mozart Lár, grensan, ætti að klára hann hér en þetta sem fyrir til og þá er Bjarni allt í hennu 1 eftir. Það er 1:35 á klukkunni og þeir eru 4 fallnir, þetta var bara útiröss. Svolítið klassískt bara, út og til hægri. Já, sem er sko, ok, það er frábært að hafa þetta í pókáðinu en það þetta virki svona vel með 4 terra á lífi er rosalega tæft. Já. Og má ekki gerast. Nei, og það var eiginlega sko, við sáum
það sem að gerði vörnina svo þægilega fyrir Þórsara í síðustu lóti þar á undan var það hvað þeir voru búin að ná að koma sér langt fram. Já. Þú veist, þeir voru komnir hérna í gamla Ólaf og voru komnir framalega nálægt kompunni, þeir ná að pússa inn í kompuna. Það virkaði mjög vel fyrir þá. Þannig að fá þeir bara engan séns á því og KPI er bara strax mættir og þeir virðast alltaf að gera eitthvað svipað aftur. Hann hægist á Edison þegar hann að hann klippar hann í vegginn á leiðinu út, gæti hafa gert gæfumuninn í endri dúlunum. Hann ætlaði væntanlega í kóri með fremsta spónið. Mozart, hann færi dúel hér. Það alveg klárt mál. Þeir að feysa á Ivy, þeir vilja fætinn á Ivy. Stjáni Gulli komin hérna upp, rauðasteðan Nonni hann að fara að spamma þetta. Hann að spamma. Solo með opnun, Bjarni liggur í valnum. Þá Jamt í liðin hér. Tæti með þessa óþægilegu línusamt, Viktor finnur ruflu. Spókur til að exita, Viktor með glæsilegt hauskot hérna. Solo með sprayið, hins vegar einn nálagt kompunni og Tæt gerir sér stóran. Tæt að eiga bara príðisleik. Já, Tæt og Viktor, 9 báði tveir. 8-4, KPI með afgerandi fórustu hérna í hálfleik. City-setið fór ekki vel með Þórsara þessu sinni. Nei, munum það samt, þetta pikkið hjá KPI. Já. Þeir vilja vera í þessu mappi þó að Þórsarar séu sterkir og þá myndi ég segja sko sjensin fyrir Þór á að taka þetta bara 2-0 hefði verið hérna ef þeir ná að taka trein þá hefði verið þokkalega góðum sjens. Já, sammála því. Ég held að KPI líði bara rosalega vel hérna en það hratt út og til vinstri hérna hjá Þórsurum og þeir mæta bara engri mótstöð þannig að þeir komnir inn á sætin og VJ finnur einhvern veginn Tæt þarna fram hjá Bjarna og klára Bjarna líka Ruflu og Ruflu kemur síðan honum til bjargar og klárar þetta bara. Aftalegt setup, VJ bara halda kóluelunni, nær tveim þar sem eru að koma fram hjá rauðulæstinni. Bara snirtilegt setup og menn vissu hvaða hlutverk það væri með í þessari vörn. Hversu pirrandi það samt þegar þú svingar einhverja línu og gæinn sem að skjóta vininn bara insta þetta þig. Það böggandi sko. Það bara vel böggandi. Og það hefði bara strax geta gert leikinn allt öðruvísi. Ef þeir finna VJ þarna, það tekur bara alla vinstri hliðina fyrir þá og tekur alla pressu þaðan en fór ekki svo fyrir Þórsara á þessu sinni en þá Mozart komin inn í kompu að leita að einhverju með deglunni. Færst eins á móti Ruflu. Einu með deglu, grensan fyrirtaskóð, komin í 38 en það eru VJ með 4K spraydown. Armorlausir glokkar að vísu, en skemmtilegt. VJ 17-8. Já, en svona bara góður í CS sko. Bara nokkuð góður í CS. Og svo það líka þannig, ég veit ekki hvort ég tók eftir sko, glottið svona sem að koma á hann. það bara þegar þú færð 4 manna spraydown með 25 kúlum, nei 20 kúlum er að segja, að þá það alveg svona it feels good. Já, þetta geggjuð tilfinning. Alveg geggjuð tilfinning. AKR komnar í hendurnar á Þórskurum hins vegar en Nonni finnur opnun. AK komin í hendurnar á honum og þeir eru að kollapsa hérna á inni. Edison finnur samt sem áður fraggi og Solo með TK-ið en skiptir eiginlega ekki máli. Þeir eru manni yfir samt sem áður og þeir eiga Brownháls skuldlaust. Og núna verða þeir bara rítekaða, annars veit Bjarni, þeir vita að við erum að koma úti. Það var enga ástæði fyrir að vera að halda. Tímasetning gæti virkað ágætlega, eru nýbúin að bakka hérna úr Brownháls. Solo. Flytja Þórsarar inn, Mozart fær ekki neitt, og vita þeir hvaðan er að koma. Mozart, hann á opnununa hér á Solo og vörnin inni er fallin. Situr á mollanum sekundu of seint út og í kjölfarið missi lífið hann Solo en hérna kemur skemmtilegt retake-flast þarna yfir 5-una sem hann leyfir VJ að exita.
litlu protokólin, en Tæt og Mozart með Sikot og hún var Nonni einn eftir. Það þetta fyrsta, Bjarni fallinn. Hann kom í höndunum, hoppar niður í fjarkan, fær one-on-one fight við Tæt, en Tæt er bara crisp, clean og krækir í 5. rándið. Já, Tæt mætti til að spila hér í kvöld, það er nokkuð ljóst. Hann er búinn að eiga góð ránd í flestum sigurrándum Þórsara. Já, sammála því. Og hann er tekinn inn í þetta line-up til að vera þessi gaur. Til að vera bara solid foundation sem þú getur byggt á. Hann er bara mætir, hann er alltaf solid, hann er bara góður spilari og veit sín takmörk og er bara þrjusu. En maður þarf að setja ákveðið spurningamerki við restina liðinu sem á að vera að fragga meira, svona alltjent. Tæt er ekki karri, það er svona punkturinn. Nei. En er vissulega að sitja í því hlutverki akkurat núna eftir á stigatöflunni í sínu liði 11. Eftir honum er það Viktor. Viktor líka búinn að eiga nokkrar frábæra lotur. Svo kemur Mozart, Stjáni Guli og aftast í lestir akkurat núna er Bjarni, en Viktor, hann er komin djúpt og hann er stauraður einhvern veginn, vinnur hann samt en hann fæt. Hvernig gerist þetta, Tommy? Þetta á ekki að gerast, en hann var hausaður og síðan rífragaður, en þetta er slæmt fyrir City-sætið. Edison á vappanum, en þessu sinni Nonni bara með hlutverki termein, síðan skiptaður City-megin. Edison mögulega bara fílar mjög vel. Situr á 14 fröggum akkurat núna. Þetta er þessir stóru fraggarar fyrir KPJ sem við tölum fyrir leikin, Edison og VJ. 17 og 14 á þeim respectively. Og þeir ætla að reyna að taka þetta við Popdog. Smókur fyrir akkurat núna. Nei, fyrir ekki, engin smókur fyrir akkurat núna. Engin þar. Stefnan virðist vera á B-sætið hér. Nonni á Molla. Heldur á honum, það er annan leikmaður fyrir aftana sem er að halda 5-unni. Mollin kemur út í þetta, þeir æða út og spreyið nær einum og heldur lífi. Tæt hins vegar nær Edison. Þetta er vappin, þetta er stórt fragg sem þau finna og Nonni er í bullandi vesinu hér. Frábært skot hjá Stjána, en Solo treytar tilbaka. Það eru 2 á 2 hér þegar bomban er komin niður. Mozart, hann er fast tilbaka, bombulega eftir Solo með frábært skot á Tæt. Það er allt á herðum Mozart hér. Blikka á Solo! Mozart með klötsið. Þetta var must win round fyrir Þór. Geggjað! Postplantana hjá Mozart. 2v1. Þetta er bara frábært, virkilega vel gert. Ótrúlega snirtilegt. Og þetta hreyfir svolítið skriðþungan yfir til Þórs, setur KPJ hérna á spar og sér það að þeir eru ekkert rosalega langt frá því að komast í sigurinn eða setja þessa óþægilegu pressu á Þór, en Þór að halda þessum buffer, að þeir eiga núna ennþá 3 ránd, þeir eiga tækifæri, skiptir miklu máli, en núna kemur einhver árásargirni tilbaka hér frá KPJ og þeir eru búin að stilla sér upp í fjarkanum. VJ heldur bjartsýnn að kíkja þarna inn í 3, en gerir smá skaða. Þeir eru konum með ævipressuna, bakka úr því. Væntanlega í byssu, annars staðar. Núna vita KPJ að Brownholes er clear. Stjáni Guli er að halda því vissulega, þarna efst upp í serverrúminu. En þeir vilja ekki fá einhvern flank í bakið. Og á móti pistlum eru kannski bara sáttir við það að KPJ viti hvað hann er að koma, en Edison, hann er búin að finna einn hérna með P250 inn í Popdog, snýsir við og ætlar að taka... Þetta fragg átt ekki að gerast! Þetta setur alla pressuna aftur á Þór. Frábælega að spila hjá Edison þannig. Smókur fyrir EAF og Rufflu á uspunni. Þetta er erfitt fragg að finna, en Solo gerir vel, nær einu tilbaka. En það verður ekki meir en þetta. Það er efnahagslegu skaði, en Edison með 2 með P250. Þetta setti óþarlega mikla pressu á sóknina hjá Þór þannig. Já, setti það í óþægilegri stöðu, vissulega. Snirtilegt, já. Ekkert smá. Þetta er svo listmálari. Þetta er bara
Pablo Fracasso. Pablo Fracasso. Frábælega líka bara hvernig hann snýr sig við og setur athyglinna alla í hináttina. Hann veit að það einhver að koma þar og þetta bara svona hlutur sem þú sérð ekki í óreyndari spilum. Það fá undir pressu. Brownholes kaupandi kaupi núna ekki mikið af jútil eftir á KPU og akkurat núna búin að eyða slatta í byrjun, vilja ekki fá rössið út kompu til sín. Glæsilegt sprey hérna á Tide gerir gífurlegan skaða á Solo, 1 HP eftir á honum en heldur lífi. Við höfum nú séð leikmenn gera alls konar hluti á 1 HP. Það kemur eitthvað flass út í gegnum potdog. Eða hvað er þetta? Smoke? Smoke, hvað það? Smá jútilitna, Edison hins vegar heldur áfram sinni stöðu, ekki ítt úr henni, rotate yfir á ruslagáminn og þar leiðandi inn í kompu og þetta er úti take. Sé ekkert annað gerast hérna en þeir eru bara 2 að taka móti því. Solo er með Ivy, bara einangraður þar, gæti hins vegar fætaði gegnum Kóreu. VJ fellur. Edison nær að halda lífi. Ekki alveg nógu mikið út í hópni þarna. Tide búinn að finna Solo, Rufflu svara tilbaka, þetta er treyta fram og tilbaka. Stjáni búinn að finna Rufflu. Það er þá 3 á 2 hér, Þórsara í vil. Edison finnur hann tímasetningun á Tide hér, gerir það, Tide er fallinn. Stjáni er fastur á e-box, Lár. Vita af Edison, vita af Nonna, vita af báðum, 2 móti 2. Smókurinn fór ekki út. Nei, þetta er Molli fyrirgeðu. 1 á elektrik og hinn á bombu og Bjarni með frakkir setur þetta í 10-8. Og núna er pressan komin heldur betur yfir á KPI og eru þeir að spila þetta frá sér. Já, það er eins og það við kviknað á einhverju Þórsmegin. Já, það kviknað á einhverjum allavega. Stjáni Guli byrjar að fragga ágætlega, Viktor komin upp í 13 fragg allt í einu. Hálfkaup hér hjá KPI og VJ ekki búinn að fragga síðan að náði 4K-nu. Þetta eru litlu hlutinir. Það er náttúrulega, sko, það er alltaf slæmt þegar þú færð of auðveld frögg. Það er bara þannig. Þú veist, það gerir eitthvað, finnst mér, bara svona andlega, þegar þú tekur á móti no armor glokkum, þú veist, og þú bara svona, já, ok, mér gengur svona vel, skilur, ég þarf bara einhvern veginn að miða í áttina þeim og halda inn í vinstri mústakkanum, skilur, þú veist. Sérstaklega ef þú svona spila rosalega krisp fyrir það, þá finnst mér kannski eins og flippist ykkur rofi, ferð meira í því að reyna að taka bara svona, þú veist, spray, þú ert ekki eins nákvæmur. Þú veist, það getur alveg gerst. Það er þetta overconfidence. Hann alltaf líka gerði það í stöðu sem hann leit töluvert öðruvísi út. Þannig að má aldrei slaka á í Counter-Strike. Aldrei slaka. Þetta flassir. Já, gott en aðeins fyrr. Edison með glæsilegt þarna. Námið að spotta leikmenn þarna og Nonni á skátinum. Hann á ekki að lifa hér. Nei, hann er neitt heldur. Já, hann getur runni bara talið inn sekunduna sem hann lifir áfram. Næri kalla á rotatið, það er komið inn en þeir geta ekki ákvörðin að fara bara beint út pop eða bakka eða hvað sem er. Gott kall hérna hjá Þór að bara róa sig aðeins, ekkert vera að asa áfram út í einhverjar ógöngur. Stjáni sé ekstremiti leikmaður yfirleitt er í pakkinu akkurat núna og það er Tide sem er að halda kompu og Ivy að þessunni. Bomban að róta þetta yfir að kompunni, þannig að þetta segir mér að þetta er fake inni og þeir fá full rotate. Rufflu, hann er vel stærstur hérna, hann gæti gripið Mozart. Það er fyrsta! Hann hitti líka Stjána Gula langt niður, en Stjáni Guli, hann er búinn að vera að gera undur og stórmerki hér á lágu HP 2 rátt í röð. Þetta sem nær ekki að tengja kúlu þarna við enni og þar alveg vídeo Edison 2 eftir á móti 3. Einn í kóru, það er Tide sem heldur áfram að vera kletturinn í þessari sókn og vörn fyrir Þórsara. Og Edison núna einn eftir 98 ADR sem mun væntanlega halda sér inn í næsta ránd.
en hann tekur ekki 11. rándi með sér og Nei. hægt og rólega þá eru Þórsarar að læðast eins og litla músin í áttina að jöfnum leik. Flott þarna hjá Edison að ná þriðja leikmannum í lotunni en það kemur svo sem ekkert eitthvað mikið að sök. Jú, vissulega getur svo sem þvinga Spar einu rándi fyrir við horfum á peningin hjá Þórsurum þeir hefðu alveg 100% vilja að lifa með 3 þarna en þá kemur kaupið KPJ megin og það komið prik á solo í þetta skipti. Virðist vera bara allir á vappa. Það eitthvað spón. Já. Allir á vappanum. Mozart með 2K þarna og Stjáni Guli nær einum og solo hann á fótum sínum fjöra að launa og drífur sig í burtu. Við erum að tala jafnan leik. Manstu þegar við sögðum í fyrirháleik þetta á ekki að virka svona vel fyrir KPJ og þeir ekki geta bara hlaupið úti og lifa með 4. Já. Þórsarar, þeir eru bara að sýna að þeir geta það líka og ég veit ekki, hvað vorum við að bulla það að Þórsarar var ekki í gýr hérna á trein það greinilega bara, þeir eru bara tésættitt lið Já, það virðist klárlega að vera. Ég meina, þegar við tölum líka tésættitt lið, það yfirleitt lið sem eru bara með fín entry og spila af hvorum öðrum og eitthvað þannig. City-sætið byggist rosalega mikið upp á trausti og hafa spilað lengi saman og vera með góð protocols og það tekur bara tíma að byggja upp. 10-10 og KPJ að taka pásu ég er mjög ánægður með það að taka pásu hérna. Mér finnst það bara gott kall Ég ætla að gera sér líka grein fyrir því núna að þeir eru í vesenni. Þeir eru í vesenni, þeir eru að líklegast missa 11. rándið frá sér til Þórs og þeir verða að fara að pósta upp rándum, annars þessi leikur að fara að fjara út. Hvað er þið búin að tapa mörgum í röðu núna? Það er spurning hvort að við fáum bara 5. skórbortið upp. Ég held að séu Já, 5 hljóma rétt. 5 hljóma rétt. 4 eða 5 annarkvort. Nei, það er 6. Þeir eru búin að tapa 6 í röð. Já, ná pistól og síðan var það glokkusparið með eina deglu og Mozart í kompu og síðan 6 í röð, 8-4 fyrir hálfleikurinn. Þetta er rosalegt rönn hérna hjá Þór og draumurinn held ég hjá Þórsurum það að geta lokað þessu bara í 2 og allavega samkvæmt power rankinginu þínu kýlt upp fyrir sig hér í annari umferð hjá okkur er á lífi og það er hratt ævitek hérna, þetta er skemmtilegt ekki búin að sjá spila svona í gegnum ævi hinga til í leiknum og þeir eru allir 4 komnir að í gegnum Nonni með skítugt skot og VJ með Mozart, Nonni með annan hann á ekki að fá svona mikið og þeir eru bara 2 eftir Viktor og Tæt hér á móti 3 leikmönnum, það eru vissulega bara Dikla 5-7 og 1 AK en það er eins manns forskot hér. VJ kom með AK í þokkabót, Edison slætar hann út og beint í haus og þá er bara Viktor eftir og það er út frá pistól og hröðu play út ævi sem KPJ loksins komast aftur á stigatöfluna. Já, það kviknaði aftur á VJ. Ég heldur betur. Hann fór bara að finna hausa aftur og þá bara fellur rándi KPJ megin 11-10 og þetta er leikur, Tommy. Þetta leit ekki út fyrir að vera leikur í hálfleik en þetta er leikur. Heldur betur. Bjarni núna komin á Mach 10 og við tökum eftir að bankinn er alls ekki góður á Þór. Þetta er þetta fragg sem Edison tekur, exit fraggið með degliminni, annars væri þeir full keftir hér, full keftir. Út Popdog vilja þeir fara, Edison fær hérna flassið er ágætt en þeir ná að snúra sig undan. Stjáni Guli með Edison og það er jafnt í liðinum, bakka úr þessari stöðu en það er stjórnileikmaðurinn Edison sem liggur í valnum. VJ þarf að stíga hér upp. Nonni kastar hérna út smá jútil, nær einum en ekki meir. Langt í rótitið, allt of langt í rótitið. Molly í kompuna og bomban fer niður. Stjáni, hann er komin rosalega framalega hérna. Hún að smóka kona líka, hann gæti gripið VJ svolítið á óverum hérna. Það er ekkert kitt. Það er ekki, jú, það er kitt á VJ. Já. Og á röflu. Já, og röflu. Uss ég. En það er þetta retake sem er í gangi núna.
Sá rétt svo í hann, Rufflu finnur fraggið. Þetta er alla pressuna, Rufflu með 2 en Viktor tilbaka. Grensan er ágæt, ætlar hann að stikka þetta, gerir það ekki. Staur blindur er Solo! Á ekki breyk í þetta. Og missir vappan í þokkabót, 11 og missa allar byssur frá sér, en það kemur bara einfaldlega ekki það mikið að sög. Hinum einn er ekki mikill efnahægur heldur til að tala um. Sko Viktor 1v3 klotsaði þetta ránd. Já. Talandi að stíga upp þegar þörfin er mest. Viktor jafnar leikinn hér í 11. Þetta var ekkert flókið fyrir hann. Þetta er eins og búið til rækisónleikur, sko. Þetta er leikur, Tommy. Okkur eru að fá svona skemmtilega seríur, maður. Það er bara frábært. Bjarni, hann er komin út, hann æðir út eins og óður maður. Finnur Vítsein eftir sem svarar. Farið restina af liðinu, þeir ætla að fara inn. Nær 2 og Olli með 2. Hann gerir það sem að B-akkirð á að gera. Hann fær 2. Bomban farin mjög snemma niður, Edison komin í rótiti, frekar snemma, nær ekki að halda sem svo á lífi. Mozart með risastór 2 frökk og allt á Rufflu. Hann hefur ekki hugmynd hvert Viktor fór, en hann veit að Mozart var í 5-unni, bíður eftir mollanum. Hann á ekkert jútil til að tala um, finnur þetta fyrsta, skítuð spreið þarna hjá honum, finnur frakkið, þarf reload, Mozart er lár. Fimmu hoppar á bombuna, næri kittið, hann er ekkert að fylgjast með þessu og Mozart skrýður bara út 5-una, auðvelt frakk og 12. rándið. Já, nú mæðir á KPJ. Það besta sem að þeir geta vonast eftir í þessum leik er að knýja fram framlengingu. 24. lotan að fara hér í gang eftir frábæra framistöðu fyrir hálfleik hjá KPJ og þá hefur við séð ennþá betri framistöðu hér frá Þór í seinni hálfleik. KPJ vissulega með kaup, þeir eru með betri kaup heldur en Þórsarar. Eða hvað, ég meina tæta á 3 og 4, hann hlýtur að geta kastað byssu á Bjarna. Já, Bjarni náttúrulega ætti út með Mach 10, það virðist ekki skipta hann eitt og rosalega miklu máli hvað hann er með í höndunum. Heldur næran bara búa sér til helling úr litlu. En hlýtur að líka byssa. Já, líka byssa. Trúgjöru. Já, ekki er hann með $50 á glokku og 1 flass. Það væri, já, dálítið skrítið. Strákar, ég tek bara glokkuna, þetta er allt í góðu. Ég hef ekki gert það. Margóft. Hann hefur komið, Bjarni komið með akkafinn í hendurnar. Þannig að það eru rifflar á móti rifflum. Það er Famas og 1 Famas á hlið KPJ og það er 1 Galil á hlið Þórs. Og þetta er duga eða drepast tími, Tommy. Heldur betur. Þetta sé núna, ég má ekki vera endriður hér. Gerðin sé næst tætt af tífölda ævi hér, Rufflu. Ætti að geta að vippa út sykurpúðunum eða pilsunum og grilla þær hana. Svo reynum við opnununa, næri ekki nonna þarna, getur smá skaða. Fær samt mollan út, það er ákveðin sigur. Tætt færist hægt og rólega upp ævi, leitar að tímasetningunni sem hann getur verið hvað stæðstur, veit að Solo var hægra megin frá honum séð. Væntanlega veit ekki af Rufflu sem með Famasinn vinstra megin. Það eru 4 leikmenn ennþá hér úti tilbúinir að taka á móti þessu. Það verður erfitt útitek hér ef að Þórsarar láta Fiskara skríða. Aftalega vörn, en þeir eru samt sem áður 4 úti, 1 á bombu, 1 í kóru, 1 ævi og 1 í kompu. Og Solo byrjar hér, opna frakkreikinni með 2, Bjarni. Það er rífrakki hér og Solo gerir sig grein fyrir að hann þarf að halda ævi. En Bjarni með stórt frakk eftir að því, en 3 eftir. Fyrir hann á í bombu, VJ með Viktor og Ingim líturinn, Bjarni núna 1 eftir á móti 3. Hann veit af öllum þarna. Þessi molli getur verið risastór. Tala nú ekki um grensuna. Hann gerir risastórt og Bjarni, hann var hásbreytt frá því að knýja fram sigur. Hann var með þetta í hendi sér. En blessunulega fyrir KPJ aðdáendur, það var Edison með hausinn skrúaðan á. Þetta var
tæpar en átt að vera, Tommy. Það bara þannig. Telt og tæpasta vaði. Þetta var mollin og grensan, glæsilegt hauskot í kompu og vantaði bara herslu munin og Edison þarna. Þetta var svona, hvað við sagt, þetta var svona þetta klassíska sko, spennustíð, stressið og atriðinni, það byggist bara upp eftir hvert frakk í svona runu. Þú veist, hann finnur fyrsta, þá aðeins erfiðar að finna númer 2, svo aðeins erfiðar að finna númer 3 og bara spreyið var ekki alveg nógu krisp hérna á móti Edison. Hann fekk sjensinn, en Edison lokar þessu, en það ruflu hérna í góri og hann búinn að finna 1 solo með 2. Stjáni Guli svarar þarna, en þeir eru ennþá 4 á 2 hér. Hvað getur Stjáni gert? Edison, já, ég veist hann vilji smóka þetta út. Þetta var snirtilegt. Það er annar molli. Edison, hann veður hann í gegn og Stjáni Guli, hann bara búinn að setja þetta í 2 á 1 hér. Þeir voru 2 á 2, en hann veit ekki að manninu sem að íta upp í hann. Stjáni Guli, já, hann var með spæti sensið þarna til að finna frakkið, en núna virðast CT-rándin koma frekar auðveldlega fyrir KPJ. Já, þegar ég segi auðveldlega þá var það innan gæsalappa því að þetta var ekki auðvelt ránd einu svona smá. Nei, ég meina það fer þarna í 2 á 2 úr 4 á 2. Þeir vissulega ná að loka þessu, en Stjáni Guli gerir alveg gífulega vel þarna og er rauninni óheppilegt fyrir KPJ að vera með 2 í pottokkarna sem að læsast út úr vörninni, þannig að en Mozart, hann búinn að opna reikningin hér, hann lár á móti tætt, hann heldur áfram að pressa Ivy, búinn að vera góður þar. Situr inn í smóknum og fer út, sér að enginn er að pússa. Stjáni Guli, hann á góðum stað hér. Röfflu, hann gerir þetta bara vel. Það ekki bakka samt sem aður. Nonni, hann líka þarna í Brownhalls. Aggressív staða og þá kemur VJ, hann virkast á réttum tíma með 2. Þá bara spurning, hvar eru hinir 2 fyrir KPJ að finna? Viktor og Tide á sikkurum staðanum í mappinu, þannig séð. Viktor. Réttlýsina tímasetningunum þarna á Edison. VJ virðist vita af þeim báðum. Búinn að finna Tide, það er bara Viktor, 1 á 2 hér. Stakka sig upp, flassið er ágætt. En Viktor þarf í rauninni bara að finna fröggin, en Edison fyrir til 14-12 og senasta rándið í fyrri hálfleik í þessu overtime fyrir þá sem eru heima og hafa aldrei spilað CS, sem að vonandi eru einhverjir. Overtime, það er fyrsti overtime, fyrstur upp í 16, þú byrjar með $12,500 og spilar 3 ránd í sikkoru sókn og vörn. Eftir 3 ránd þá skipta þér og vörn fyrir sókn og sókn fyrir vörn. Já, ég myndi segja að núna er svolítið dug að drepast fyrir Þórsarana með að hvernig gekk á CT-hliðinni hjá báðum liðum. Þetta var gott flikk þarna. Fær ekki gera sama hlutin 2 ránd í röð. Elsku Mozart, solo á stóra græna prikinu. Appanum. Smókur hægri og exit að væntanlega vinstri. Flassið er ágætt en skotið er betra. Og þá nær solo að hverfa í næstu línu. Það ætlar eins að vera að pússa. Þetta! Óheppilegt! Og VJ bak nær Viktor út. Bjarni allt og lengi að finna þetta fragg. Og þetta sen með refragg. Og þá er Stjáni Guli 1 eftir í Pop Dog. Og hann ætti að vera síður uppflug þarna. Já. Edison. Já, þetta var náttúrulega að horfa á Edison. Þú með að horfa á Stjána Gula. En já, 3-0 hér í fyrirháleik framlengingar fyrir KPJ og já, með að þeir náðu 4 rándum bæði liðin, þá ætti þetta að vera ég var að segja klappa og klárt bara til að byggja upp spennu eða? Já, þú veist, ég meina, við getum alveg sagt það, en það vita allir sem hafa að spila Counter-Strike að leið og ferði í overtime þá bara gerist stundum eitthvað og það er svona allt í einu bara breytist stundum dýnamíkin rosalega mikið, en það er allavega nokkuð ljóst að með hversu erfiðlega gekk að ná þessum T-rándum hjá Þórsurum að þá eru þeir með brekku fyrir fram að segja akkur núna.
Hlöstarni yfir og þetta virðist bara að vera rössin. Mollin, Það bara hlaupi í gegnum mollan. þetta sen í gegnum smók, nær hauskotið, þeir ætla bara að pússa Solo með tætt. Viktor þarf að ná einhverju fastegnirna. Mollin, ekki fullkominn, eiga þarna smá pláss til að vinna með og Solo Mozart. getur reynst þrautinni þringra núna. Nær samt ekki frakkinu og þá er Ruflu í vesenni. Þeir eru allir skítláir. Það er ein kúla mann. Nær þarna einu, Mozart einn eftir, HP ekkert. Vappin nær hins vegar skotinu Ruflu leið og hann horfir og þetta tilbaka. Þá hefði hann getið verið algjör hetja fyrir liðið sitt. Mozart á 5 HP. Hei sko, þetta no-scope headshot þarna á Solo. Það var bara það sem vann rándið. Já, bara tvímælalaust. Hann nær hauskoti á Mozart. Hinn leikmaðurinn á 5 HP líka. Þú veist, þetta er easy 2K. Já. Geggjað þarna, Mozart situr á 22 fellum hér í þessum leik, Stjáni Guli á 21. Þar á eftir kemur Viktor og svo Bjarni og Tætt. Heyrum meginn ef við kíkjum á stigatöfluna þá er það VJ sem er, nei það er Eddersen með 27 fellur og VJ með 26. Þeir eru búin að leiða sitt lið hérna gegnum þennan leik en Nonni, hann er komin djúpt, býst Mozart við þessu, hann gerir það. Þetta er flétta sem að KBO eða Kano hafa verið að rönna ítrekkað. Þeir senda fremsta spónið þarna út og reynir að komast í kóru. Eddersen með 2 fellur þarna. Mozart verður að hitta þessari. Lappar inn í anguli hjá Mozart, vinnur samt sem áður fætin og þá Ruflu og Eddersen 1-2 eftir. Eddersen komin í CT-kompu og það er bomba á bakinu á Ruflu en þeir raunir bara að reyna að finna. Bjarni, hann er að koma í bóttokk, hann geti fengið góða tímasendingu hér á Ruflu. Já, mjög góða. Nei, ákveður að fara frekar. Halda húsinu inni, planta úti, Viktor. Þessi smókur blokkar hann algjörlega út sem ætti að senda hann þá í kóri og Bjarni, hann er alltaf að fara í popdog þannig að þeir eru að fara að samloka sætið þarna í þessu ríteki. En það tekur tíma fyrir Bjarna að lappa silent þarna, þannig að það mun ekki vera mikið eftir á klukkunni fyrir þá til að leika með hér. Smókur mun samt sem áður hér hverfa, Ruflu heyrir í Viktor. Viktor vinnur þann fight. Þá er spurningin, jú, Smókurinn, hann kemur þarna, hann lokar fyrir Connector og Eddersen, hann þarf að bara að taka Hann vinnur frakkið! og vinnur líka síðasta frakkið með pistlunni. KBO tryggja sér sigur með glokku í haus. Þetta er ekki hægt, 16-13. Þvílíkt drama ránd. Þetta var svona líka í senasta leik, ef þú manst þetta því það Þór kláraði á 5-7-3K hjá pressa. Bara dramatík í trein, það er bara nákvæmlega þannig. Herði já, nei, þetta var rosalegt og í rauninni miðað við það hvað þeir voru búnir að ná að koma sér, að koma sér vel inn í þetta retake, búin að smóka mannin út, þeir taka upp annan smók og hugsunin er, þú veist, á ég að henda öðrum smóka á bombuna? Nei, herri, ég fer bara í stikkið. Ef þeir kasta þessum hina smók, þá er Eddersen bara að vera týndur í smók allan tíman. Já, hann er bara með gráan skjá allan tíman, sko. Já, en einhvern veginn að þá bara ákveða þeir gegn því að smóka bombuna aftur, sem að ég skil alveg, þú veist, af hverju eftir að eyða tíma í það, bomban er farin að tikka, tók tíma farin í að það retake. Þetta sem kemur hann í gegn og einhvern veginn finnur á báða. Þetta var klikkað, en fram að því mómenti í þessu rándi, þá var þetta að fara að vera rándi hjá Þór og þeir litu út eins og þeir væri að fara að taka 3-0 á móti í þessum hálfleik og fara að knýja fram seinni framlengingu. Já, það geti bara verið nákvæmlega þannig. En ef við gerum örlítið upp leikinn í heildsinni, 8-4 á báða bóa, aðeins öðruvísi samt lið sem voru að etja kappi hérna. Þú veist, ef við horfum á KBO, þetta er rosalega explosive og þeir bara finna entry út allt mappið, pánsa á því og svo framvegis eru með þessar flettur í byrjun rounds sem voru kannski, voru stundum að virka, stundum ekki, en hinum einn aðeins meira svona slow, methodical, brjóta niður vörnina hægt og rólega með góð mid-round call, þú veist, þetta er svona algjörlega polar opposite lið. Já, og líka bara í rauninni allur leikurinn
þú veist, ég var að skrifa hérna hjá mér, þú veist, allur leikurinn var rosalega mikið svona, þú veist, það voru einstaklingar sem tóku styrpur og tóku kabla og svolítið svona, þú veist, stýrðu ferðinni í leiknum. Við vorum þarna með í byrjun, þá var Rufflu rosalega stór, svo hvarf hann svolítið og tímabili var Edison rosalega stór og var að vinna ránd, svo hvarf hann svolítið, VJ var svolítið stór, svo hvarf hann svolítið, svipaði upp á teninglum Þórsmegin, við vorum með Tætt, við vorum með Bjarna, við vorum með Stjána Gula, við vorum með Mozart, við vorum með Viktor, þú veist, það áttu allir einhvern veginn þessi ránd sem að þeir bara svona unnu og já, skemmtilegu leikur. Nonni mjög solid á B í rauninni eiginlega allan tíman, hann lenti ekkert rosalega oft í því að vera yfirkeyrður. Það var þarna í eitt skipti þar sem hann þurfti að nota mólan og lendi í smá vesinni á bakinu því, gat ekki spila vörðina eins og hann vildi. En solid frammistaða hjá báðum liðum og það er kannski ástæðan fyrir við förum í OT. Já. Hver er MVP-in? Sko, þetta er erfitt sko. Ég ætla að gefa Edison. Hann var hæstur í liðinu sínu. Liðið hans vann. Hann vinnur síðustu lótuna. Ég held að ég get eiginlega ekki dregið neitt úr því hversu mikilvægt það var fyrir hann að klára leikinn á þessari stundu í þessu playi. Af því að eins og ég segi, ég var að horfa á bara eins og þetta var að spilast, að það var komið eitthvað shaky, þetta leit meira út eins og við kannski að venjast í hrein að setjihliðin var bara með svolítið yfirbyrði í þessari framlengingu. Þannig að ég held að ef Edison klárar ekki leikinn þarna þá fyrir það í aðra framlengingu. Þannig að ég slæta MVP til Edison. Edison MVP, KPJ einu mappi yfir. Þór þurfa að fara alla leið til Ítalíu til að reyna að jafna metin. Inferno næst, ekki frá langt. Hvernig sem framtíðin Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Flott 2 mánuðir. Flott á, takk það. Já, bæ. Come on!
Velkomin aftur, KBJ með fórustu hér í kvöld í, fyrsta og eina bestu þríun okkar í kvöld. Ég held að sé einhverju fleiri leikir í gangi. Það í rauninni bara að rannsaka það eftir mapp nummer 2 því að ég held að við förum í 3 möpp hér. Já, ég held að líka. Miðað við hvernig þessi leikur spilaðist, miðað við það að við sem að fara í mappiki hjá Þór, Já. Að þá held ég að við sem að horfa á lið sem að eru bara þokkalega jöfn þegar allir spilarar eru að spila eins og þeir eiga það til að spila. Það er alveg spurning líka hvort að Þór hafi bara verið svolítið kaldir þegar þeir komu inn. Þeir náttúrulega tapa alveg mikið framan af, skilurðu, en svo bara vinna þessi mjög hratt inn. Þeir eru T-sided lið að því að virðist, þannig að það er kannski meira, það er svona meiri ávinningur í því að vinna T-sided rounds í Inferno heldur en Train, þó að Train sé vissulega sé T-sided. Þannig að ég bara get alveg trúa þér. Já, eitt sem að er svona við spilastílinn í rauninni hjá KBJ á móti þá Þór er að mér finnst þess að Þór eigi auðveldara með að sitja á sér og búa til playa á svona færri tímasetningum, segjum það bara, orðum þetta fallega. KBJ eru rosalega, þeim finnst gaman að búa til svæði á mappinu og taka yfir, tökum Banana sem dæmi og svo framvegis og tala frekar CT main heldur en Ter main. Það er bara minna þetta svæði að taka í Inferno örugglega. Þú getur vissulega rössina í miðju og tekur yfir Banana og allt það en þú ert að hafa util á bakviða. Þannig að það verður áhugavert að sjá þennan klassíska svona klísju svona sem við erum alltaf að tönglast á með Inferno. Það er Bananinn sem skiptir höfuðmáli, hvernig liðir að fara að taka það bæði Ter og CT main, leggur rosalega línundar hvernig þú ætlar að spila mappi og ég er ógeðslega spenntur að sjá hvernig KBJ og Þór er að fara að taka á móti því. Já, eins og ég sagði á hann, svona langt sem við höfum séð Inferno, eða þú veist, allar ég hef séð Inferno. Ef við hugsaum tilbaka og þú veist, ef við hugsaum til tímans þegar að Bjarni var í Dusty með Edison og Þorstinni og fleirum, að þá voru þeir rosalega þéttir í Inferno og leiðið með þeir Rántjáminu, hann var að ykla þar líka. Jú. Þannig að hann er með, þú veist, 4 svona glósubækur fullar af stöffi til þess að gera. Já. Þannig að það er ekkert að fara, þú veist, þeir eru ekkert að fara að reka í strand með það hvað þeir eiga að gera, hvernig þeir eiga að spila og hann virtist stýra þeim ansi vel í Train, þannig að ég gerir bara ráð fyrir það að verður ennþá betra. Núna bara þekki ég ekki playbookið hjá Nonna í Inferno, en ég myndi samt giska á að það sé ekki eins djúpt og hjá Bjarna. Það er bara, þú veist, fjöldi leikja yglaður á þessu leveli, ekki bara Íslandi heldur líka, þú veist, erlendis og í skrimmum og allt sem gerist á bak við tjöldin. Þannig að, þú veist, ég er bara sjúklega spenntur að sjá hvað Nonni hefur upp á að bjóða fyrir okkur og hvernig Bjarni mætir til leiks með sína hermenn. Sko. Á þeim nótum þá hoppum við rakleiðis inn í Inferno og það er Þór sem að byrja Ter main. Þetta var glæslegt entry, Edison liggur í valnum. Þetta veikir A-vörðina gífurlega. Það er engin eftir á A. Rótið er að koma yfir akkurat núna. En eins og við sjáum þá er bomban ekki búin að kommitta á neitt og engin Þórsari búin að kommitta á Banana né miðju. Þeir eru bara að senda út svona, hvar eru þeir? Já, skítu skotan hjá Solo, þröng lína, það skila sér. Þá er spurning hvort að VJ, hann er að spila ennþá rosalega aftalega og þeir eru ennþá með 3 B-megin en núna kemur tekið inn á A og það mun ekki vera nein vörð til staðar sem getur í raun og veru tekið á móti þessu. VJ fastur á pókastafninu. Pjúra retake og það er engin kit. Það er ekkert kit, það er alveg rétt og rótritið er langt í burtu og sér það einn á Banana, einn á CT-spóni akkurat núna, þeir eru bara 2 til varnar eins og er. Gætir fært rök fyrir því að það er ekki einu svona sniðugt að retaka upp úr þessu en já, rökin eru ekkert rosalega góð. En við erum ekki með James hérna, ykla KPO megin. En Nonni, hann áfnar reikningin í þessu víteki, Viktor svarar VJ með Viktor, Stjáni Guli, hann finnur 2 þarna, Ruflu og Nonna. VJ, hann er satt 1 eftir hér, setur þetta í 1 á móti 1 á móti Tæt. Hann er bara að fela sig þar inn á Tæt, hann er ekki að tekja kúlunar, jú, þarna kemur það loksins.
Það hefði nú ekki komið að sök samt sem áður, það var ekki tími fyrir VJ til þess að aftengja sprengjuna þarna og Þórsarar. Þeir ná í fyrstu lótuna hér í þessum leik og það á T-hliðinni. Tætt gefur sér allan tímar í heiminum til að finna senasta fraggið, en rándið þeirra samt sem áður. Splitta Pistols, held að þó séu komið 2 núna. Já. Tætt þarna, hann var bara að gera tilkall á héraðsmeistaratitilinn í feluleik þarna á sæt sko, en eftir sem hann kemur hraður hérna niður setjum miðju, en Stjáni Guli, já ásamt fleiri en Stjáni Guli og Tætt eru þarna til varnar. Tætt búin að finna 2 á mökkunni sem frábær leið til þess að byggja aðeins bankan. Já, og já, Nonni ætti að falla þarna fljótlega. Þeir eru að taka ákvörðun hvert alltaf að fara, grípa með sér sprengjuna og að rölta í áttina að riflu. Spara ekkert stöffið, það góði smókinn og allar græjurnar. Og vilt sprey hjá Viktor, krækir að lokum í frakkið. Nonni núna inn í library. Búið að klíra allt og núna að spá hvort að einhver sé betri en Tætt í feluleik. Hann klíra samt engulið þótt hann hafi hlaupið upp Markóinn allan. Just in case. Þannig að það nú engin ástæða fyrir Nonni að vera að spara þarna á þessu tímabúti, þannig að svo sem ekki margir staðir þar sem hann getur verið ef að þeir eru búinir að planta B og svona langt búið að líða, þannig að bara vel spilað hjá Tætt þarna. M4 og 1 MP9 á riflu. 2 mökkur á Þórarsinni, þannig að það gæti verið að þeir fari í eitthvað skemmtilegt hratt, sérstaklega á B-inu. Tökum eftir því eru 2 fremstir á banana og eru að taka pláss. Flössin eru geggjuð, Tætt með 1 solo með svarið. En Edison og solo, já, þeir eru að gera garðin frægar þarna á B-sætinu. Samanlagt búin að missa, já, 97. Þetta bara fínt fyrir 3 frögg. Já. Hefði nú verið bara betra fyrir Þórsarana að setja hennar 97 damage á 1 leikmann, en fá ekki það sem þið vilja í þeim málefnum allavega, en það Stjáni Guli hérna, hann að leita einhvers konar hægri opnun inn á A-hliðinni. Gæti fundi glöfu, nei. VJ. Stjáni finnur núna, þetta setur alla pressu á VJ að finna eitthvað frakk hér. Finnur fyrsta, en ekki númer 2. Veit af Edison og solo á B-inu, rótið þegar að koma inn. Mozart kemur bombunni niður og smókurinn hægir verulega á Edison. Mozart, þetta flass gott og þarna hárspreitt frá því að ná spraydowninu á Han Solo þarna. Á Han Solo? Var þetta gott Star Wars reference hérna? Já, maður verður að nota nikkinn sko. Þetta var gott sko. Tæft ránd og þrátt fyrir það að vera bónusránd í rauninni fyrir Þórsara. Þeir eiga hér fullt kaup og núna eru allir á riflum. Hefði líka bara mjög hæglega geta fallið þeim í vil, ná þetta einni opnun, en ef þeir ná að gera aðeins meira við flössin upp banana þannig að snemma í rándinu, þá þetta svolítið bara fallið, en KPU að gera vel, vinna sér tilbaka og gott samspil í ríktekinu þarna hjá Solo og Edison. Mögulega samskipta leysi hjá KPU þarna á A-inu því að sýndist hann Tætt fá frítt frakk hann í Markó og VJ átti faktis sé að vera að halda því. VJ aggressífur, Mozart nær hann einum, hörvar inn í boiler, nær einum og öðrum látt niður. Nonni á MP9-unni nær að koma niður smóknum, þarf að spila í kringum hann því að þeir eru ekki að fara að virða smókin eða hvað. Viktor nær þá Nonna í gegn og það aftur á Solo og já, þeir halda. Veistu, þetta var ógeðslega sannfærandi. Já. Það var eins og allir vissu nákvæmlega hvert átt að vera að horfa, hvað átt að vera að gera. Þetta var bara virkilega sannfærandi svona hratt A-play hérna út úr Þór. Það samt eftir því að Solo, nei, fyrirgefðu, VJ, hann var einn að fæta í tennis. Hvað var Markó? Fallin? Nei, jú, Markó var tekinn. Markó tekinn. Mozart opnar í Markó þegar VJ er búinn að taka kontaktinn.
Já. þá er mótsagt að horfa í hináttina. Þess vegna var ég að segja, þú veist, það voru allir að horfa á réttan staðana, þannig að þú veist, þeir voru bara tilbúnir í backupið leiðu þeir fá kontaktið á víti, spiluðu sikkur megin hann efst á miðunni og bara leysa þetta virkilega vel og staðan er 3-1 hér í 4 lotum fyrir Þór á T-hliðinni í sínu mapiki og vissulega virðast vera T-sided lið en hérna erum við mögulega að sjá bara byrjun að mjög sterku mappi hjá Þór og ég myndi bara búast við því að önnur lið sem er að horfa á þetta fari bara að setja Inferno einhvers staðar á bannlistan á móti Þór ef þetta ætla að halda svona á hann. Vissulega, það nákvæmlega þannig. Það Digla, AK og 3 M4-ar, lítið af Jútil á KBJ. Grena þarna upp, Banana, Rufflu, situr á 48 eftir hana. Þegar það leita. Viktor finnir þetta fyrsta, Solo nær að svara á Bjarna líka. Þetta dýrt. Eiga núna neðst á Banana og Digla að færi M4 í hendunar. Þurfa að ríteka Bananan. Einn að rótita í þokkabót og Solo á Resmoke. Gæti ekki verið betra. Það er alltaf þægilegt þegar þú færið eitt svona auka í gegnum smoke. Svona bónus. Já, 2 fyrir 1. 2 fyrir 1. Og ég hrifin að þessu kontakt upp Banana. Þeir eiga ekkert info í rauninni á miðjunni í mixinu. Edison dálítið committaður í Speedway, þannig að hann einn. Smoking kemur hérna út á ágættu tímasetningu. Solo einn, hann Solo og nær einungis 3 á móti 2. Edison hann að fara í play í genið Smoking. Það gæti verið svo dýrt en ákveður að committa ekki í það. Býður til rótitinu. Það 1 smokur á VJ. Flassi kemur þetta í gegn. Edison tekur fæti, nærða einum, Tætt vita hann og Nonni með gott refrag hér og þar að leiðandi round númer 2 komið á blað fyrir KBJ. Il Concreto. Það geggja. Bara steipupokar. Steipokar? Já, það stendur bara Il Concreto. Já. Mér fannst að ég held að það væri sandpokar eða eitthvað. Ég var ekki búinn að sjá að þetta bara það var einhver svona 3 vikum í að búa til pakningar fyrir steipupoka á Íslandi valmegin þegar þetta mappa búið til. Ekki ChatGPT til að spyrja how do you say concrete in Italian? Il Concreto. Þurfti líklegast að fara í námskeið á Duolingo. Þú veist, það engin poki á steipu á Íslandi og ástendur bara steipa. Nei. Þetta bara þetta geggjað, en það hratt B hérna, toppur Banana, hann komin í hendur Þórs. Þá það bakka, þeir eru búinir að ná sinni fastegn þar. Mozart heldur gegn einhvers konar árásarkeppni niður miðjuna og smókurinn í miðjunni kemur frá KBJ. Tætt, hann komin inn í apartments og nær að lauma sér yfir þarna í boiler. Il Concreto, þetta ekki með greini, þannig að þetta ekki steipa? Þetta steipan. Já, þetta ekki steipa, þetta steipan. Þetta því steipa. Steipan. Þannig kemur Flass út og það fætað miðjuna en Edison hann virkar sig á hárréttum tíma en Tætt nær að svara þarna 2 fyrir 2 í miðjunni og það eru 3 á móti 3 hér enn á lífi. Rufflu byrjaður að færa sig yfir því að það bara 1 leikmaður eftir hér A-megin. Og þá kemur rótið tilbaka. Viktor, hann búinn að halda toppnum á Banana frá því snemma í rándinu. Þórsar að spila þetta rosalega vel. Þeir að fara að lenda á veiku hliðinni. Solo staurblindur og smókaður út. Nær ekki komið þetta, grensan góð til að taka út smókin. Solo fyrir að nær ekki nýta sér, hann bara að komsa. Hleypur í gerðu smókin! Nær það tilbaka en þá það 2 á móti 2. Ekkert par excellence. Allavega komnir nálagt þegar bomban fer niður. Báð með kitt. 1 grensa í boði á Nonna. Bjarni í púl. Búast ekki við Bjarna í púl. Myndi gera ráð fyrir. Hann droppaði silent. En Refraki kemur inn. Veit núna af Viktori í dark. Flassið blindar ekki Nonna. Hver ætlar að blikka á undan. Tíminn að tifa á bombunni. En Nonni, hann næri þessu. Pirrandi frakk þarna, Viktor veit upp á þessu sökina. Ég meina, Nonni að steppa þarna
Viktor veit hvar hann er, Já. hann þarf ekkert að kíkja. Á einhverju tímpúti þarf það að kíkja, en þú getur jiggle-píkað eða gert eitthvað sníðugt. Þú veist, kíkt hægri, kíkt vinstri eða eitthvað. En þú veist, þetta oft skemmtilegt sko þegar maður talar stjörnuleikmenn. Stjörnuleikmenn spila ekki klöts eins og ég myndi spila klöts. Nei. Þú veist, þeir eru aggressífir, þeir vilja taka aimfæta. Þú veist, ég spila bara svo aumingi. Ég vil bara fá rándið. Ég vil sjá bara á vel gert. Ég meina, þú veist, það er það sem ég var að hugsa þarna, er bara, þú veist, hann getur bara látið nonna klíra sig. Já. Þú veist, hann heyrir, það er 1 sekúnda frá því að nonni steppar þarna síðast, skilurðu, og jú, hann getur komið á óvöru með því að taka píkið, en hittir öruggara, vissulega. En það eru pistlu núna, og frábært flass og geggjaðar óttanir hjá Taito Mozart! Þetta er svo sturlað, þeir falla allir, þeir missa nánast ekki HP. Tekkurnar rosalega kröftugar þarna og þarna eru KBJ bara ekki að fjárfesta í stórum armor og það er heldur betur að telja. Taita veit hvað er að fara að gerast, hendir M4-um að það á Viktor. Núna vita þeir hvað Solo er. Frábært skot frá Mozart. Já, Solo bara, ha? Flott skot. Flott skot og 3 leikmenn lifa hér frá hlið Þórs. Miðjan er að hripleka hjá KBJ. Já, og við skulum líka segja það, ég meina það er Þór sem er að taka tæma til það. Já. Sem segir mér aftur, þú veist, Bjarni er komin að blaðsögu 46 í glósubókinni akkurat núna, bara jæja strákar, þú veist, ég þarf að fara í efnisifilitið, sko, en það á að koma eitthvað play núna og þú sérð kaupin hjá þeim. Þeir eiga pening, en það eru 2 mökkur. Já, vita alveg hvað eru upp á móti og ég meina, þú veist, ég held að eina ástæðan fyrir að hann er fyrir efnisifilitið út því hann hefur aldrei fengið A-sætið á ævi sinni svona frítt. Þetta er galið. Það er bara mótstaðan í miðju með að þetta er Edison og VJ sem að standa í miðju er bara, þú veist, þeir eru að spila einhvern veginn ekki af hverjum öðrum heldur að beita hvernig annan. Það vantar einhvern leiðtogarn í miðjunni til að, sem er bara herfóringi. Ég er aðeins svo passionate með þetta samt. Afsakið strákar, en þarna væri við til. Ég spila bara betur af hverjum öðrum. Við flugum með flass hérna, ætlar að koma eitthvað í bananan. Mozart aftalega og flassast ekkert af þessu. Heiðaleg tilraun, vita að Rufflu flassaði þessu flassi og þeir ætla hardcommita á B-ið, sjá hvort þeir geti verið heppnir með eina uspu og 2 P250 en smókarnir eru komni fyrir Rufflu. Hann á ekki að ná leikmanni hér. Æða þetta nút, nonnum eitt strángkeiðalegt. VJ spamar aðeins smókin, fær mann í bak og það er smá bónus fyrir tætt hér. En þægilegt 5-3 fyrir Þór og virkilega verðskulda sem eru í rauninni bara yfirspila KBJ hérna á nánast öllum aspektum af Counter-Strike. Já, þetta er svo sannarlega kröftugt Þórslið sem er mætt hérna til leiks í Inferno. Tap í overtime hefur ekkert dregið úr þeim og þú sér það að þessi 3 round sem að KBJ hafa unnið eru samt að tapa sætinu í öll skiptin. Þetta er allt diffuse. Já. Aftur Spar vilja fá góða kaupið í næsta rándi. VJ á deiglunni fellur hér og það er Edison inn í boiler sem að, vissulega finnur fragg með deiglunni. Nonni með svag 7, búin að finna fragg líka. Það er bombunni. Tattu eftir bombunni. Vantage. Þeir þurfa að fara að ná í bombuna sem er að koma upp með mjög núna eftir smá. Góðum molli í boiler. Þetta er sniðugt. Og þá er séns að teknir eru samt sem áður í ágæti stöðu til að gera þetta allug af en gott jútil hérna til að vera erfiðir við KBJ hérna. Náðu enga veginn að nýta sér í rauninni að vera að inn í apartments út af jútilinu sem var til staðar. Edison nær þarna spreytan á Stjána Gula.
Bjarni og Tæ, 2 eftir, engin kitt. Mökkurnar að syngja hér. Og Nonni liggur í valnum og það er 7. rándi fyrir Þór. Þeir eru allavega konu með jafntefli fyrir hálfleik og ég efast ekki að þeir sé að fara að sigla inn fyrir fleiri rándum svona með við hvernig gunrándina hafi verið að spilast með góðar hugmyndir og þeir eru bara að sundur spila á með, þeir þurfu ekki endilega að taka yfir banan, þeir geta að tekið mixið af þeim sem er gífurlega verðmætt. Kíkjum á stigatöfluna hér, það er Tætt sem er að leiða hér Þórsliðir framan af 13-5 og frábær stökk hérna upp banana, þeir eru samt staurblindir en Mollin hann dugir til en Rufflu hann er búin að finna 3, búin að finna 4! Geggjaður þarna Rufflu með 2 með uspu, Mósat að fara aggressíft í þetta. Lár ætlar að reyna að finna frakkið snemma og gerir þetta 1 á móti 1. Og Rísmókur hérna tekur save plant. Það er allt stöf í heiminum sem er eftir hérna á Nonna og VJ samt sem áður. Þau eru bara að fara saman. Þau eru í rauninni bara að fara saman og Rífraka eiga fullt af utili til að gera honum lífið leitt. Droppa það niður, fer í banana en VJ finnur frakkið. Það er Rufflu bara að vinna rándi fyrir þá. Bara algjörlega. 2 með uspu. Já. Já. Þannig að 2 með uspu. Það á ekki að gerast. Mér er sama, þú veist, í einhverju svona kaosi þegar þú ert með það fáar kúlur og það er verða að fara í haus og þú getur bara skotið þeim svona og svo hratt, það bara átti ekki að fá 2. Það bara á ekki að gerast. Já, ekki í þessari stöðu. Það eru 3 fyrir fram að þig. Með AK í höndunum. Leið og klippan hans klárast í M4-unum, nei, MP9-unni, þá bara, þetta er búið. Já. En nei, ekki þetta skipti, Rufflu stígur upp þarna. Djúpu smókur. Þú sér líka, hann var 1-9 fyrir þetta ránd. Það var ekkert búið að vera frétta framan af. Viktor hérna, fær fætin, ekki nógu góður hjá honum, solo. Lokar þarna bananum og núna eiga KPJ allt á banana. Play var að taka yfir banan, skilja eftir 1 og vera með 3 smóka aðna til að loka því algjörlega af. En þá er A-sætið veikt, Mollin hins vegar feilar og í kjölfar af því er ringulreið. Þannig að Nonni fær að aðtáast í gryfjunni lengi en hann sjá þess að vörn. Nonni fær á sig leikmenn og það er eins og hann hafi ekki eins og vita af. Nei. Þetta var ekki nógu gott, sérstaklega eftir svona sterka opnun og svona mikið mapcontrol í banana. Það er lítið stöf hérna eftir á KPJ, það er 1 smoke, 1 molli, 1 flash. Grenan, Stjáni guli! Mollin hægir ennþá meira á þeim. Þetta er bara snirtilegt. Það er verið að yfirspila þá svo mikið. Þeir eru að eyða sko 3 til 5 sekundum of lengi, 3 á banana. Það er komin 1 smókur, aftast í gaurinn að bara droppa smóknum og drífa sig yfir á aðið. Í kjölfarið þá eru 2 leikmenn að halda Marko Tennis og Húsi. Það er ekkert koms á milli þeirra, þannig að þeir lappa upp tennisið og Nonni veit ekkert af því. Tekin í, nánast eyrað þarna, hann var að miða allt annað. Þetta er, ábótavant. Já, og bara á sama tíma að fá á hinni hliðinni er voða lítið mistök. Já, bara snirtilegt tístætt hjá Þór. Bara nýta sér alla þær glöfur sem er verið að gefa þeim. Stjáni með gott frakk á Edison. Nonni með Max 7 gæti náðið einhverju cheeky frakki en hann er 1 eftir. Þarf ansi mikið að fara þetta. Já, 1 í bak. 8-4 og öll rándin koma frá Diffuse. Komast alltaf inn á site. Þetta var bara afbragðs télið hjá Þór. Já. Það bara verður að segjast. Ég held að með þá spilamennsku sem við sáum frá þeim þarna
að þá sé ekki lið í deildinni sem að myndi fara létt með á. Dusty, Eða það, spila Inferno. þeir myndi fara létt með á. Já. Þeir eru að spila svona. En það bara út af því að þeir eru Dusty. Já, það getur verið. En það þú veist, epli og appelsínur, sko. Mozart, hann heyrir þetta allt saman. Já. Viktor, þeir spotta einn. Snæper. Þetta frýtt frakk á Mozart þarna. Stjáni Guli með 1 tilbaka hins vegar. 3-3 núna. Viktor inn á sæt að fela sig. Þarf annað frakk en það kemur ekki upp í hendurnar á honum. Grensan. Góð. Já, hann smá skaða þarna. Juspan. Tætt. Sjálfsögðu fær hann einn í fjesið. Og þá Stjáni Guli einn eftir. Það hérna 1 á móti 1 fight. En Ruflu, Uspan klára þetta. Og pistolrondið til KBJ. Splitta pistol. Enn og aftur. 2-2 í pistol. En það samt sem áður. Þetta niðurstaðan sem að bæði lið fengu eftir regular time í train. Það var 8-4 og þá sáum við comeback. Af hverju ætti KBJ ekki geta gert það? Galissonar. Já, þeir taka Mozart nú ekki langt niður. En það allan að force up CT megin hjá Þór. Snirtilegt skot þarna. Skjóta hart en núna þarf einhver ákvörðun að koma. Eiga smá jútil eftir sem þeir geta klálega nýtt sér í mjög gott execute en þeir eiga í rauninni ekki banana, þeir eiga ekki mixið fyrir núna í þeir eru að reyna að eignast það núna. Þetta var snirtilegt skot Mozart. Og það double smoker þarna í Marco. Það cross smoker. Staur blindari mann finnuru ekki þó þú myndir leita. Nei, og sparið kallið. Asætið fallið, þeir eru manni undir, þeir eru ekki með vopnin til þess að fara í retake og bara fínt að eiga séns í næstu lótu án þess að þurfa að fjárfesta of miklu. Hrifin þess ákvörðun samt hjá Þór halda þarna MP9 og P250 inn í næsta ránd. Armor, kit, flash, smoke, þetta er dýrt. Þetta Það er að spara pening. Það bráðu nauðsynlegt að og gefið þeim náttúrulega miklu meiri séns inn í næsta ránd heldur en ella. Annars væri í rauninni bara á uspum mögulega P250. En hægt og rólega KBJ kom með sjötta rándið sitt núna. Og spurning, eru hinir að fara að fjárfesta eitthvað inn í, verður eitthvað jútil keypt þetta upp? Nei, já, Mozart á Diglu, Viktor eftir væntanlega að pikka upp einhverja byssu, mögulega að droppa til hans, já, droppa Diglu og hann, þeir eru að gefa sér séns. Sénsin ekki frábær en sénsin til staðar. Já, við höfum alveg sér liðið vinna með minna heldur en þetta. Og í þessum þröngu bardugum sem að geta átt sér stað hér á Inferno og þá oft bara góð Digla guls í gildi. Já, og allar þessar byssur. MP9 frábær. Krátslappar Crabwalker inn í línuna. Viktor, skemmtileg lína þarna. Heiti afla sér frags hér. Spottan þarna upp í fallegt skot. Á smoke hérna alltaf hægja á þeim. Þetta er sem samt á sama tíma með Stjána Gula en þeir eru hérna mættir Viktor! Finnur solo líka og hann með línuna á Ruflu. Tæti búin að finna Edison og það bara Nonni og Ruflu sem eru eftir hérna og Ruflu á ekkert. Ruflu að liðast í sundur og hann fundinn í gegnum smoke. 3K á honum. Bomba á Nonna. Hann þarf að koma henni niður og það algjörlega strax. Tæti á grenu.
Grensan inn í smókin núna. Ætlar að fara í gegn. Nei, gera það ekki. Nonni, hann verður að eiga frábært klöts hér. Því að þeir spiluðu þetta algjörlega frá sér. Deiglan sem var droppað yfir á Viktor bjóð þetta til. Nonni. Það er smókur á Viktor. Fyrsti, þetta var snildalegt nær öðrum. Spreytani og Nonni með 3K og það er öskrið og Bjarni með báðar hendur beint á andlitið. Hann veit alveg hversu mikil svirði þetta ránd var. Nonni. Það var bara einhver gæi sem heitir Nonni sem var að gera þetta við á. Þetta var ábyggilega mikilvægasta rándið. Þetta var swing rándið. Þetta var rándið sem átti ekki að tapast. Þeir voru búin að leggja allan grundvöllin. Viktor með 3K á deiglunni, blokkuð þarna á tennisið og gerðu allt rétt þangað til að Nonni nær snildalegum dúelum þarna. Og einvígin vinnast. Doppelgrensa á Sandbags, Rufflu komin út og þarna var Rufflu samt að spila anti. Bjarni samt sem áður nær frakkinu og finnur frakkið. Hann vissi að flassið var að koma en Bjarni, það er bara ferð á honum og ferð á flugi. Já, Rufflu ekki alveg nógu nákvæmir þarna. Bara streitt tapar þessu einvígi. Mozart komið vappan í tennis. Sjá mann yfirleitt í Marko en hrifinn af tennisvappanum. Hann tekur þessa línu og svingar síðan yfir í nákvæmlega þetta. Nær takkinu en hleypið mút Marko. Þar er Viktor að fara að taka mótið menn Edison tekur. Frábært skot hjá Edison og þetta bara galopnar B-sætið. Þeir eru hérna 3-3, Bjarni til varnar. Bjarni, hann er samt í áhugaverðri stöðu, ekki víst að þið búist við honum hérna. Kunnuleg staða, samt sem áður. Hún er tíminn til að labba ykkur smók. Plantið kemur þarna niður, Bjarni með line-upið. Vítja með henni smók, plantið. Þetta verður þægilega núna. Smók fyrir CT, Mozart með hann og ákvörðin tekinn. Þeir ætla að halda byssunum. Þetta er lotan sem jafnar leikinn, Tommy. Eins mikla yfirburði og við sáum á tíðliðinni frá Þórsurum. Þá eru þeir ekki búin að ná að mæta til leiks hérna í seinni hálfleik. Já, fyrir utan þetta bónusránd sem að þeir voru vissulega hálsbreytt frá því að vinna ef að Nonni hefði ekki bara skellt í lok og læs. Nonni maður. Ég segi að það hefði bara verið ein hund á enni hjá Bjarna ef þetta hefði verið einhver annar sem að hét ekki Nonni. Já, bara 100%. Það hefði verið svona, já, þetta er Edison, þetta er VJ maður, Solo náðu okkur, nei, Nonni. Ég elska þetta er svo gott. Herðu, það eru 4 ránd í röð hérna fyrir KPJ til þess að opna seinni hálfleikinn en það er ennþá vopnbúnaður að einhverju leyti á KPJ hér. Það er allir með riffla og eða vappa og nóga stöffi líka. Þannig að bara 2 kit samt, Bjarni og Tæt. Tæt er búin að vera algjörlega frábær í þessum leik. Við þurfum að minnast á það. Bara að fara að finna sig hérna í seinni helmingnum. Spurði hvort að Rufflu sé að fara að fá flassin í gegn. Grensurnar eru góðar. Rufflu komin í mjög framalega stöðu. Fær hérna út fyrsta smók. Heldur ódýr smókur. Að vísu en engi sénsar teknir hérna. Var það double-smókur? Það var double-smókur? Ég syns það. Það er dýrt. Það er alltaf engin smók sem er eftir á björnliðinni. Já, og smókurinn horfinn, Rufflu. Hann er bara út ennþá meiri jútir á bíinu. Mozart með þess að komin í rotatið yfir á CT. Það er veikt B-side. Og hérna kemur mixtakeið og þetta endar á B. Þeir eru búin að lesa það. Hóruðu samt á lesturinn. Mozart tekur línuna. Geir skotinu. Plastic pool.
staur blindir eru þeir. Bjarni getur verið stór hér en hann er einn og fær ekkert fyrir sinn. Viktor nær einum tilbaka en þeir eru með B-side og 4 á lífi og þetta gæti verið aftur bara spara. Game time. Þetta er það sem er hættulegt við Inferno. Það er ótrúlega erfitt að retake þetta B-side. Það flögur illa við kirkjur. Það er nokkuð ljóst. Sko, virkilega vel lesið. Já. Og ég meina, núna er lestrarkeppni í skólanum hjá stráknum mínum, sko, og hann er samt ekki að lesa svona vel, sko. Fengar velun? Já, hún er núna, sko, bara alveg næsta mánuð. Já. Ég veit til þess að hann er örugglega að horfa, þannig að Steinar farið að lesa. En Mozart þarna finnur Edison smá efnahagslegu skaði en bankinn hjá KPJ er orðinn ansi sterkur. En sko, sjáðu þess að hvað bankinn er góður Þórsmegin. Já, og þetta kemur rauninu út frá því að vera að halda byssum. Þeir eru búin að seifa 2 byssur, vissulega missa síðan dampið þar og halda núna 3 í þessu rándi, þannig að byggja upp bankan og já, þetta er leiðilegur CS, já, við viljum sjá retakeinn, gerast og allt það, en prósentulega séð þá meikar þetta fullkomlega mikið séns og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að Inferno er ekkert eins, vinsælt og það var. Það var ódýrt þarna hjá Rifflu að fá þetta. Já, Solo kom með Stjána Gula. Bomban komin yfir Mozart og Viktor. 2 eftir og hérna er enn og aftur að fara að halda byssu, B-sætið, enn og aftur fallið. Og Mozart núna af honum, finna Viktor og það gæti bara alveg verið að þeim sé að fara með hnífin uppi að reyna að leita að Mozart. Hann hins vegar hittir ágætlega góðu skoti á Edison, smókar út tennis og gefur sér smá pláss. En hann á séns. Mozart nær ekki að halda og núna er leikurinn að renna þeim dálítið úr greipum. B-sætið er ekki að halda hjá þeim og það er ótrúlega dýrkeypt og við sáum það náttúrulega í fyrri hálfleik þegar KPJ voru að lenda í vesinni með það. Já, reyndar líka mixið, þá voru þeir að senda 3 leikmenn yfir á B bara til að halda banana og ná því early. Gæti verið eitthvað sem að Þór gæti mundað sér og reynda að valdi móin því að þetta getur ekki gerst. Nei, þú veist, það er ekki komin lota í seinni hálfleik fyrir Þór. Og í rauninni fyrir utan þessa einu lotu þar sem að Nonni tekur 3K Já. Að þá eru þeir ekki múin að sjá til sólar. Alveg satt og ég meina að það er dálítið svipað og sem að KPJ lenda í train. Þeir ná fyrsta rándinu og second rándinu eftir það. Fyrir utan það þá sá þeir aldrei til sólar. Þangað til í blá endanirunni þegar þetta er orðið jaft og svo framvegis en Þór verða bara að taka við sér fyrr. Þeir verða að ná í ránd og eins fljótt og auðið er. Mozart komin á Hero vappan, lítill peningur á mér sýnist á Viktor og Titan. Þeir ná að púsla saman einhverju kaupi hérna. Stjáni Guli $2550, sé MP9 lítinn armor í hillingum fyrir hann. Sko, núna þarf Bjarni að fara í glósubókina og hann þarf að finna bara hvaða play erum við að fara að taka til þess að klóra okkur aftur inn í leik. Bara við verðum að vinna hérna næsta ránd, við verðum að segja stopp á einhverjum tímpúti. Þeir eru kominir upp í 10, það má ekkert fara neitt mikið lengra. Þá missa þeir hennar buffer sem þú þarft til þess að meiga tapa. Þú veist, einu rándi fara, spara og eiga samt séns á að tryggja jafnteflið. Og það gerist bara ef þeir vinna ekki þetta ránd og Mozart. Hann er að fara í Vappadúl og hann vinnur það hér á móti VJ. Þetta var ekki Vappadúl en hann vinnur fætinn vissulega á móti VJ. Já, innvíð verður að sigrast. Rufflu með Já, fyrrandi. Það er bara þannig. Það heyrði þetta samt enginn, þannig að Nei, þetta er tríið sem fellur í skóginum. Fullt af fólki heima sem heyrði þetta. Já, fullt af fólki sem fatta þetta ekki heldur, þannig að
Mozart, hann verður að hitta þessu. 2 skot komin. Hann nærði þegar hann staurblindur og ruflu. Hann átti að gera betur þarna en Viktor finnur hann. Þetta Mozart-legasta dúel sem ég veit Klúðrar, svona 6 af 10 skotum, svona 6 out of 10 skot. Þetta var alveg pinkuærið skot. Síðan kemur tímasetningarskot flassaður, hittir því. Æjæjæj, Dios mío. Manstu, þegar ég sagði þeir þurfa að segja hingað og ekki lengra, þeir sögðu hingað og ekki lengra og misti ekki leikmann, Tommy. Það nákvæmlega sem þurft að gerast og þetta á bakinn á því að Mozart algjörlega óhrættur með vappa núna, leitar að dúelum snemma og það verið að veita honum það í þokkabót. Ég var bara heimilefandi ef ég var í Mozart og ég vissi að það engin vappi að fara að mæta mér hinum einn. Bara ekki neitt. Já, 10-9 staðan. Móli í miðuna og það verið að taka smá jútil á bananan. Núna kemur rótetið frá Viktor yfir á A-sætið. Mozart grensa smókin, enginn komin í mixið að læðu púkast upp í markuð því að það verið að hlaða í B-take. Þetta verður hratt pop hér. Það eru fullt af jútilina til. Leikmenn. Mólin frábær. Stoppar þá. Mikið tætt hann að spila skemmtilega þarna en finnur samt engan. Viktor búinn að finna einingin smók. Bjarni næstu varnar frá kirkjunni. Spamma smókin, reyna að finna einhverja leið. Mozart með VJ í gegn! Smókurinn horfinn, Nonni með glæsilegt skot, þetta þurfti að gerast. Núna 3 á móti 3 og þeir verða að reyna í þetta retake. Eiga fullt af utili. Geta smókað út bananan, mollað þríðningin, þess vegna grensað. 4 á móti 2. Og Viktor einn eftir og það Eddersen, að sjálfsögðu Eddersen sem klórar þetta heim. 11-9 KPJ. Þetta var mjög góður séns fyrir Þór. En KPJ taka dúel á réttum tíma, sigra þau. Hrifin að þessu double uppi í Ninja. Já. Það aftur kaup vappi á Mozart og alltaf verður bankinn minni og minni. Það bara sama upp á teininu núna. Ég meina þeir hefðu náttúrulega þurft að tengja 2 ránd saman. Það hefði sett KPJ í vesen og sennilega í spar. Eða nálægt í spar. En Þórsarar þurfa að gera næst besta hluti núna sem að stoppa þetta ránd. Og það byrjar ekkert frábælega með Bjarna. Búinn að taka 54 í skaða hér framan af frá Utili, búin að setja smá skaða á Eddersen á móti samt og hann búin að vera erfiður viðureignar hérna á T-hálfleiknum, komin upp í 18-17 eftir ekkert frábæra framistuðu í fyrripartinum. En hann heldur áfram að vera þetta akkeri, skilur þú veist, þessi stjarna sem að KPJ þurfa og bara meðal annars með því að klára síðasta ránd sem að hefði annars leitt til þess að þeir gætu byrjað að blæða út hérna. Algjörlega, sammála og það náttúrulega verðmætið sem að þessi stjörnuleikmaður kemur með. Það klálega þessi ránd sem að eigi ekki að vinnast. Gefa þeir séns inn í þau. Hafa þarna smá læti á banana, fá róteti yfir, teygja á vörninni. Hérna kemur Marko smókur sem að trigger fullt af jútili A-megin hjá Þór. Solo, hann lappar upp í mixið. Báðir komnir ofan í gryfjuna. Þeir að fara að vera hlið við hlið þarna í gryfjunni. Þetta erfið staða fyrir að vera í. Mozart með einniða með... Þetta var skot! En endar í 3-3 akkurat núna og rótetið frá B-sætinu. Smókurinn, það fyllt á hann. Bjarni þarf að koma sér í tennisins fljótt og auðið en Mollin kemur á hárréttum tíma. Þeir eru með tímasetningar upp á 10,5 tætt. Bústaðan yfir, sjá hvort að einhver sé í litlu gryfju.
Sér þarna einn leikmann í grifju, það Nonni Bjarni. Tíminn, hann að tikka. Það bara kitt á Viktor og Viktor fallinn. Nonni með sprayið þarna, vilda sprayið, reyna að flýja með M4 í höndunum, honum ekki skemmt og fellur þrátt fyrir það fyrir sprengjunni og það 12. rándið fyrir KPJ, einu rándi frá að krækja sér í sigur númer 2 í ljósleiðaradeildinni. Já, og siglu sigur það sem að það yrði, Tommy. Alvöru siglu sigur hjá þeim. Já, heldur betur KPJ að spila bara skemmtilega, bara gífulega skemmtilega og það verður ekki tekið að Þór þegar að spila góðan CS líka, spáðan líka fjórðasæti. Já. Það er ekkert lélegt. Nei, Edison heldur að bæta við reikningin hjá sér í þessum leik, hún að vera algjörlega frábær fyrir KPJ í kvöld. Hvað geta Þórsarar gert hér? Bakið upp við vegginn, Tommy. Mega ekki tapa annarri lotu. Kaupið slappt. Vasarnir og beltið, þeir eru ekki fullir. Og KPJ setja hérna pressu á banana. Áhugaverð vörn hérna, eru með 2 leikmenn í húsi. Bjarni verður að finna eitthvað hérna, hann verður að finna eitthvað hérna. Hvað á seiði? Gerir það ekki Stjáni samt með solo hinum einn á mappinu, en Vítsey, hann í göngunum! Þetta var stór skemmtilegt, allt í einu Viktor, einn eftir, vita hvaðan hann var að koma. Hann ætlar eins og að rúta þetta lönguleiðina yfir þetta. Edison innsiglar sigurinn, 22 frögg á honum og það 2-0 sigur KPJ hér í kvöld og það verður bara að segjast að þegar fröggin byrjaði að komast inn og KPJ byrjaði að læra örlítið á vörnina þá voru þeir bara að valta yfir þá. Svona 2 möpp í kvöld. Mér fannst vörnin hjá Þór ekki sannfærandi í hvoru. Já. Eina skipti sem mér fannst þeir vera með virkilega sannfærandi vörn var þessu 1,5 OT-rándi sem þeir unnu í rauninni í train. Annars fannst mér þeir vera geggjaðir, TMA-in, og við sáum það bara, það sem stígin sem sett á töfluna. En KPJ bara aðeins og stór biti í kvöld. Já, það verður að segjast og ég meina eins og ég tala þessi 2 lið og setti þau upp fyrir leikinni kvöld, þá ég alveg klárlega að líta á það að KPJ contender í þessi toppsæti og þú veist ég að tala þá í 3. sæti og því ég sé ekki mörg lið sem eru betri á blaði bara upp á spilatíma og getu og þak og svo framvegis. Gólfið virðist vera bara til staðar, Þórslið bara þrjusugóðu kjarni en eins og við talaðum bara svona þeir þurfa að spila sig inn í tímabili og þetta lið mun líta betur út þegar við horfum á þá í umferð númer 6. Já. Þú veist, bara tvímælalaust og þegar við förum inn í einhverja úrslitakeppni þá munið þeir líta töluvert slípaðir út en það bara spurning hvort það gefið sér tíma í það. Ég meina, þeir eru ennþá með þennan 6 manna leikmannahóp og pressi var á bekknum að þessu sinni. Vilja þeir eitthvað hrista upp í því, eitthvað meira, þú veist, leyfa Mósat og pressa að spila á sama tíma, þú veist, hver veit? Nei, þú veist, það voru bjartir punktar hjá Þór í kvöld, þeir voru bara bjartar í KPJ megin. Mér fannst vörnin hjá báðum liðum leika mikið í báðum hliðum, en það voru bara þessi clutch round sem að svolítið skilja þessi 2 lið að. Þú sér það bara, Edison lokar hérna mappi nummer 1 með 1v2 klötsi, Nonni setur svolítið svona fyrsta naglan í kistuna á seríunni með þessi 3K. Það hefur bara verið risastórt högg líka bara á móralinn, búnir að vinna sér tilbaka, byrja síðan brösulega þegar þeir fara að setja í hliðina
og svo bara eitthvað svona, já, herðu, nei, við erum búin að taka allt, við erum bara að gera allt rétt, við erum búin að spara við erum komið með auka bónusránd í staðin fyrir að vera í einhverju rugli, við erum að fara að vinna þetta rándstrákar, við erum 3 á 1 og svo bara, þú veist, bara löðrungur í andliti og þannig að þú veist, þetta var bara krefandi en ég held að bæði lið þarna þurfa að vinna aðeins meir í vörninni en þú veist, þú sérð alveg stjörnupotentialin, þú sérð fragpotentialin, þú sérð playpotentialin hjá báðum liðum og þess vegna segi ég líka bara, þú veist, KPJ var of stór biti fyrir þá í kvöld af því að ég held að ef þú spilir þessa seríu 10 sinnum þá held ég þetta sé ekki eitthvað svona, þú veist, 9-1 dæmi, skilur þú veist, þetta er kannski 6-4 kannski 7-3 nei, ég myndi ekki einu sinni fara það langt, skilur þú veist, ég held að þetta sé 6-4 6-4, það er bara fair. Þú veist, það var klálega séns þarna fyrir Þór að taka swinground hér og þar sem að voru að fara að skila sigri í mappi og hver veit ef við förum yfir í núk. Við vitum að KPJ er góður í núk en við erum líka að sjá fram á það að Þórs line-upið er klálega eitthvað line-up sem að gæti verið gott í þessu heimavappi í Íslendinga. Það er bara klálega þannig. MVP. Edison. Getur ekki hort fram hjá hann. Nei. Það er bara ekki hægt. Þú veist, hann var þetta akkeri, hann leiddi térliðina í endurkominu á Inferno, hann var efstur á skorbortinu í Train, hann var efstur á skorbortinu í Inferno, bara átti frábært kvöld. Það var svona fastinn í liðinu sem að gerði þeim kleift að knýja fram sigur. Já, bara þú veist, klálega, bæði bara með því að vera stöður, alltaf að skila sínu og svo tók hann líka þessi stjörnuplay. Bara ekki hægt að líta fram með. Spurning, eigum við einhverja stöðutöflu eða eitthvað þannig? Það er alveg eigum ekki stöðutöflu, þannig að það er bara allt í góðu. Við setjum ekki ómikla pressu, við vorum að koma sumarfríjóli. Það er bara þannig. Já. En já, þar fór sjóferð þá KPJ komnir með 4 stig akkurat núna. Við kveðjum hér í kvöld en ég minni á bæði skráningu á Skjálfta sem að mun eiga sér stað eftir nokkra vikur og ekki gleyma heldur, það er útsending hjá okkur á 5. daginn. Það er Dusty, nýja line-upið á móti gömlu góðu Sögu. Takk fyrir kvöldið.